20. janúar, bóndadagurinn og óska ég bændum til lukku með daginn. FN95 blöð farið að staða Auðun Blöndal heiti ég, sitt í mínu sæti, það ekki fullu bátur því að fyrirliðin bara heima hjá sér á Tenerife, var það líka síðasta föstudag. Veit ekki, mér minnir jafnvel næsta föstudag, ég manna ekki og mér eiginlega drullu sama því að það að koma svo góði gestir í hans stað. Fyrirlið þáttanins í dag Steinþór Róar Steinþórsson. Steindi, hvernig ertu? Ég bara mikil ábyrgðaður. Já, ég fyllandi góður og fróðandi fyrir þetta sko. Það gott að heyra. Það bara þannig, já. Ég í miklum gír. Þú ert í gír? Já. Ég fann á hann og þú ert í bullandi gír. Já, þetta bara, þú veist, það einhver föstudagspúki. Já, og einhver bóndadagspúki hér. Já, og tala ekki um það. Það bóndadags. Það alveg rosalegt. Það já, til hamingju líka. Já, og ég ætla að kynna inn, gestastjórnanda dagsins. Hann með jafnþykkt hár og ég og heitir Jóhannes Ásbjörnsson eða CJ, vertu velkomin. Thank you, kind sir. Hvernig ertu? Ég bara eins og Steinþór sko. Það ekki? Jú, bara drullu góður. Virkilega góður og glaður að fá að vera með ykkur. Ég nú bara þekkja því 21 ár. Ég hef ekki oft hitt þig fúlan eða pirraðan. Út svona glaðlindu drengur. Ég tek það heima bara á frúna. Ég hef aldrei séð í fílu. Ég hef aldrei séð bara eitthvað svona pirraðan. Ég hef aldrei séð þig í fílu. Nei. Þegar báði séð mig í fílu. Já, en hver óþróskaðastur í dilli? En þá er eitthvað búið að gera á þinn hlut. Já. Þá eitthvað búið. Já, þá eitthvað búið. Eða Manchester eitthvað búið að tapa þig. United búin að skýta bæði. En við erum svona menn sem förum ekki til fílur. Þú veist allavega ekki. Ég finn nú ekki fílu. Maður getur verið pirraður, þeir eru minna pirraður. Já. Jú, eða þú veist, ég menna, já, þú veist, jú, ég maður verið alveg pirraður stundum sko, en ég einhvern veginn ég hef, maður á svolítið að hafa það bara einhvern veginn til hliðar sko. Já, þú verður að bera það eitthvað á borð. Það ekkert verra en ef eitthvað spyrði og ég hef lent í því bara, hvernig ertu? Ég nú bara verið mun betri, ég vil nú bara segja það. Já, ok, það er ekki alveg svarið sem ég var að býja eftir hérna. Ég er á smá hraðferð, menn ekki að tala við. Ég ætla nú bara rétt að tjekka á það sko. Það væri líka bara svo að segja hæ sko. Góð pæling ef allir væri bara mjög hreinskilin með þetta. Allt small talk væri bara tekið hreinskilinslega. Hvernig ertu? Ég er bara drullufúll. Fór eitthvað. Ég var að rífast konuna í gærkvöldi. Hvað hétt aftur myndin? Vil ekki gera veis? Hún var ekki nógu góð. Maður sem kunni ekki að ljúga það. Það var ekki hægt að ljúga. Það var slöppmynd. Invention of Lying. Þá það gæti enginn logið þar. Hann var fyrstur sem fattaði að það væri hægt að ljúga í myndin. Eins og ég dýrka hann og þá fannst mér ekki komin. Ég nefnilega sko, ég man bara ekki eftir þessari mynd. Ég man alveg að hún gerði, ég sá hann á sín tíma en ég man ekki eftir neina atrið. Skilur ekki eftir sig sko. Nei, þú varst ekki að missa neinu sko. Við svo náttúrulega Yes Men og Læjar. Yes Men var betri. Yes Men var betri, ég samla því. Þetta er stór helgi, drengir. Það er Íslands Svíþjóð í kvöld. Já. Það er bóndadagur og þorrin. Segir maður ekki, fann að staða. Blóta þorra. Þú veist ekkert um þetta. Jú, þetta veit ekki hvað. Hvað er verið að blóta þorra? Það er verið að blóta þorranum og þetta er bara, þetta eru fastar hefðir, drengur. Blóta þorran. Annars væri þetta bara djöfusins helvít þorrin. Veistu hvað, maður á ekki að tala um hluti sem maður veit ekki neitt um sko. Þetta verður bara vandræðilegt. Nei, þið gerum það samt á hverju föstudegi sko. Nei, en þú veist náttúrulega sko, en vitum við samt af hverju þetta er gert? Jói, þú veist það. Þú er svo vitur. Hann kláraði skóla, við fyrsta sinn sem er einhver inni sem kann eitthvað. Við vitum af hverju jólin eru og við vitum af hverju páskarnir eru. Já, sko, ég bara, þið komið að tómum, sko. Ég get ekki sagt ykkur, sko, nákvæmlega hver upprunni þessar hefðar er. En við vitum af hverju við erum að borða þennan mat. Ég veit það ekki. Þú veist, í raun og veru þetta eru bara geymslu aðferðir matar í gamla daga. Þú veist, meira segja bara þegar mamma var að alast upp í Breiðafjarðareyjum þá þurftir annarkvort að salta matinn eða setja hann í súr til þess að geyma hann yfir vetrartíman, skilur þú veist það er heldur stutt síðan sko. Ekkert svo langt síðan sko. Þannig að þannig verið að svona þannig verið að halda í heiðri svona gamaldags geymslu aðferðir á mat sko. Svo náttúrulega kom bara kælur og fristi. Þetta er basically bara fyllir í. Já, svo er það sko. Já. Þetta er, fólk er ekkert spennt fyrir að vera að geta einhverja hrútspunga og eitthvað sko. Það er tekið á móti með brennivínstaupi eða vodkastaupi. Þú veist, á móti, þú ert að labba inn á Þorrablót og að fyrsta sem þú gerir er bara henni skot fyrir þig. Þú veist, í bara andirnu sko. Þetta er þannig sko. Það kom mér á óvart hérna á, ég var með tengdapappa á Flórida. Hann er gamli skólinn, alveg út í gegn. Hann fæ sér nokkra bjóra og drekkur aldrei neitt nema hann bara brennivín sem hann er við í fristi. Þetta er ekkert svo vont.
Nei, ef þetta er ískalt Já, þá get ég alveg tekið eitt stöpa ég get ekki tekið nokkur eins og hann Brennivínið Já. Anskot Þetta er ekkit slæmt sko Nei, ekki ef það er ískalt þú vorst að geima þetta í fristi Já, en þá nú við flest þú veist, ég meina jagerinn er fristir og þetta á alltaf verið í fristi sko, þannig sé sko en ég, veist, tequila versus brennivín myndur þú taka brennivín frekar það? Nei, ég veit ekki mista bæðið sko, já, þú veist, þetta er ekkit ósvipa þegar þú setur í doniði, sko Nei. aðalega bara þegar alltaf var að para brennivinni við hákallin svona setur maður það í innan flokk að þetta sé allt ógíslegt það fylgir viðbjóðu með Já, bóndadagur, eru búin að fá okkur bóndadagsgjöf þetta búið eitthvað öðru í sér dagur hjá okkur Óla myndi nú eftir mér, sko Nú? Lætur Nú ertu að láta konundur okkar lítið í lútmaður Nei, sko, ekki talaði fyrir sjálfa þig Þetta er ég eini sem fekk ekki eitthvað pakka í morgun eða? hún fór ekkit í, sko, burleskbúning og þandi græjurnar, sko hún bara gaf mér eitthvað svona konfett kassa bara eitthvað svona Þandi græjurnar Bara eftir að tala um bara Þú hast bara Þú hast á skólanum geðveikt pælinga, þú veist, akkur geta það ekki bara dansa fyrir mann á bóndadaginn þú veist, er það til ómikið smælst að þú bara dansir fyrir mann Ef að Rakel að hlusta, þá má alveg skoða það næsta ári En þú fegstu konfekt eða? Ég er sólgleru mann Sólgleru? Já, vel gert sko Ég skil ekki, ég þetta orðið bara eins og ammæli og jól og svona En og fær maður að pakka Hvað gafst þér úr þér? Ekkert, ég var að segja Hættu að hvort að strá salt í sárin Dagurinn er ekki búinn Nei, en svo er þetta líka þannig að hún er að vinna í kringum ædolið Já, það er þetta mjög góð Þannig að hún var farin út sko bara nýi Auðvitað í vinnum Já, þú veist og Það var í ædoli Ég er að reyna að bjarga henni Þetta lítur ekkert illa út fyrir mig sko Þetta lítur bara illa út fyrir hana Það er mjög mikið svona pík Það er svona alveg svona rush hour í ædolinu núna skilur við Þetta er liveið byrjað Talandi um ædoli þá er fínt að minna hlustendur á það Það byrja klokkan 9 í kvöld Það er búið að fresta Það er búið að færa það út af landsleiknum Ísland-Svíþjóð Þannig að það er að taka landsleikin og skipta svo yfir á stöð 2 og horfa á ædolið í beinni klokkan 9 Það er eina viti til þess að vera að setja hlut alltaf á sama tíma þetta er svona á að gera þetta Já, allan daginn það er bara mjög gott en svo ég takin upp hanska fyrir konuna en þá ég fekk ekki bóndagjöfu fyrra held ég þannig að þetta er ekkert eitthvað svona þú veist Nei, ekki ég heldur Þetta er ekki Æstráka, ég nenn ekki þegiði Hvað reyna að bjargis eitthvað Þetta er bara svona þetta bara En dagur er ekki búinn sko Gerist þetta ofta steint á kvöldinu þér þess að gafir? Nei, ég er að segja ég get alveg fengið bara blómvöndu eftir hver veit, eða konfekt eða sólgleru ég menna hlýtur að finna ykkur drekka á ólís eða neinum á leiðinni heim og eftir Eða náttúrulega, ef að Egill sæti hér þá myndi hann náttúrulega segja að þú ættir ennþá möguleika að fá þorra nag sem betur fyrir hann bara ekki að það fínt ára að lausa það Það er eitthvað sem ég myndi aldrei segja, skilur við? Nei, bara ef Egill þetta hafið séð hérna, núna er búið að vera sko, ég sá þetta hvað sá þetta, það kom grein sem var að vera að dreifa mikið og það var efindur að tala um spari hvað má segja, hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Hún er 9 tímyndir yfir 4 má segja hvað sem er þetta? Já, og spari hvað? Það er að kenna þess að ég þarf alveg að opna greina það en það var grein sem er núna sem að fólk var að deila út um allt og gera líka að hlæja á svona það var í rauninni sem fjallaði að því að það er bóndadagur hvernig ætti að gefa spari tótt Það var ekki verið að dreifa sig kringum mig Nei, þetta var út um allt Þetta var út um allt Finnir þetta bara ekki núna? Jó Er þetta ekki bara eitthvað sem þið kona voru að senda ykkur á milli? Nei, ég finn þetta millum En ég er bara að spá í sko Mest lesið á öllum millum Já, það er vandræðilega við ég er ekki eins og að finna greinina þetta Ég er að leita fullu sveittur Nei, þetta, ég sverða Þetta var, ég sá þetta á fítinu mínu og það verið að dreifa þessu svona Og það sem ég fór að hugsa Kannski fór þetta bara fram hjá mér Nei, þú ert búin að lesa þessa grein En þetta googla þetta bara Ok, hvað Googla er bara sparitótt Ég trúi þér alveg, það var sparitótt Greinu það Já, þetta er út um allt hérna, ég er að googla þetta Ég er að segja ykkur þess Og hefðu Já, nei, það sem ég er að segja Er að, þú veist Þegar það er konudagur Þá er maður ekki að sjá svona greinar og fréttir, ef þú speiklar þetta einmitt þannig að þú veist, ég er bara spáði sko hvað þá, spari putt eða hvað nei, ég er bara, þú veist ég var að segja, við getum ekki að ræða þetta 10 góð ráð til að, hérna gefa spari hvað, máttu segja tótt en ekki hitt spari tótt það er eiginlega
til að gefa spari tungu. Nei, Já, ég en þið veit vitið hvað þú hvað talar um. þannig að Já. svona ég er bara, þú veist, ég er alltaf ekki lengra með þetta, ég er bara að spá í svona hvað er jafnréttið, blöð, þú veist, þetta er ég er að tala með það. Fæði, klæði og húsnæði. Ég vona að verða aldrei eitthvað svona einhver fræðileg grein spari putt. Mér finnst það ekki. Nei, þetta var það ógæslegt, ég bara- sá eftir leðið sagði Já. það getur að rifja þetta upp hérna sko En þú klippir þetta ekki í burtu, þetta er bara í beinni. Já, það er ekki hægt Við höfum blöndað ég talað um þetta. sko, það er samt fyndið, þú kemur inn á þetta ákveður er það að ég lægi að tala um eitthvað spari tótt en svo þorður ekki eins og að segja hitt ákveður það er ekki bara spari að stekja píku Ég þarf þorlega að segja píka. Ég er bara að segja ákveður sagði það ekki að því að ég er bara að spá í hvort að sé eitthvað orð sem er jafngildir. Já, þú komst með það. Já, bara- Eða er það munnmögg? Munnmögg. Já, það gildir í báðar áttir. Munngælur. Spari tunga er alveg bara best. bara sko. frábært. spari tungu bara mjög gott Ég bara held ég að fundi Þannig orðið. að þú vilt fá á næsta konudag 10 ráð til að gefa spari tungu Já. Já, vantaði ráðu það? Nei, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja, þú veist, ég er bara aldrei séð það. Þetta er ekki En hitt kemur alltaf ár eftir ár, sko. Ég veit bara hvað klemma á það er nefið og fara með stafrófið. Nei, ekki takk. Við ætlum að Fara með stafur. En byrju, var þetta um allt, svo fannst þetta ekki? Jú, ég fann þetta sko, þetta var út um allt. Þetta var, þú veist, það voru allir að deila þessu og flestir voru nú að gera grína þessu. Það voru, kemur þetta ill út. Það er bara svo kona mín hafi gleymt eiginum og ég sé bara eitthvað pervertina. Ég ætlum að byrja þetta svona. Ég tók góða yfir fyrir að miðla náðum. Ég sá Ég er ekki bara að sjá þetta Reyndar, ég var ekki það fljótur að finna þetta, ég veit ekki það. En þetta er líka kom í gær, sko, sem fyrir þetta Þetta er er gömul frétt, sko. já. Kom í gær, sko. Það var var út um fullt af fólki séð þetta, ég er að En segja var út ykkur. um allt í dag? Þetta var, ég sá þetta hjá það. Var þetta ekki, hérna, takkinu upp að hanskaföru, var þetta ekki eitthvað blösskönnun? Mér sýnist það Já, það er þetta annar punktur, það getur verið. Já, ég held Það að getur þetta hafi verið eitthvað svona Já, það er gaman að þessu og það er bóndadagur drengir. Og erum við ekki bara stendir? Jó, þú er góð byrjun á þættinu Mjög stendur. Já, beint í þetta Já. En er hérna, haldið þið Íslendingar svona svo við klárun og bóndadaginn Er þetta, er fólk að, þú veist Er fólk að gera eitthvað á bóndadaginn. Já, Gera eitthvað, ef þú fyrir sólgriður. já, en veist, það er ekki eins og það gerist alltaf Getur settu þarna niðri og tekið fílinu á þetta. Tekið fílinu í kvöld. Já, við finnum einhvers staðar þessa greinina og þetta er eitt að ég hef hvergi séð þessa grein sem þú varst bara að googla Nei, já, vantalega, við fáið séð hana greinlega. Með að þið hafið hvorið séð hana. En ég fýllið þar En Ég já, held að þú þetta sé veist. rosa misjant sko. Það er yfirleitt, sko, feðradagurinn. Þá fæ ég yfirleitt eitthvað. Já, ok, en ég veist að ég basically menna haldið að sé fólk að fór út að borða í kvölda því að bóndadagurinn Já, ég held að, þú veist, það getur vel verið að sé búið að bjóða, þú veist, þú býr makkaðanum út að borða, eða, þú veist, eða ostar og eitthvað svona, eitthvað kósi heima, eða eitthvað, veistu hvað, ég styð mjög mikið að ég gera sem mest úr öllum dögum, þú veist, mér finnst gaman að hafa þess að daga, konudagur, Ég bóndadagur, sammála því, annars er þetta alltaf allt eins og það er óþólandi þú veist, bara eins og þegar Halloween Kemstu hvað? Halloween og þessi dagar kom amerísku hefðir, ég fagna því mér finnst þetta bara æðislegt Og Valentínusdagurinn. Já, Valentínusdagurinn, hann er flottur dagur. Gekkjaður dagur. Ég reyndar, ég ger ekki neitt á valentínusdaginn Mér finnst samt að ég ekki að vera að gefa alltaf einhverja pakka á þessu dögum. Þetta er ekki alveg að snúast um það. Og konaði greinlega sammálaður Nei, þú veist, ég minna, skilur, hvað ertu? Eftir 12 ára, það er alltaf að fá okkur pakka. Getur ekki bara, þú veist, átt notalega stundir og... Já, Við erum ekki Ostar og sparitótt. Var það, herðu Segðu okkur satt, sendi konaðin þessu könnun Nei, Nei, ég ok. bara sá þessa könnun eins og annarkur maður. Af því að þá Það er bara þannig, þú veist, það er bara þannig. Þetta var mest lesið, sko. Þetta var út um að... Af því að þetta er gömul frétt og ég fann hana. Ég googla hann og fann hana. Hvað meinar þú? Á ég að sína þar þessa frétti? Já, endilega Hérna, já, sýtti bara Já, ég get bara sýndir þetta. Ok, á meðan þú finnur þetta sem Já. að ég, veistu af hverju ég er að spyrja það stendi Já. Ég þekki það vel Já. að ég veit þú fannst hann ekki á hann þú varst að leita hann Ég fann hann ekki. Nei, akkurat, ég náði að lesa þið Þetta er eins og í póker, ég sá það á andlitina Þú varst ekki að finna þessa grein Nei, auðvitað er ég... Jú, ég er að finna þessa Ok, grein, sko. herðu, hérna, ég ætla að fara yfir þáttuna með Já. hann Við erum með 2 klefa í dag sem að er alltaf veistla Fannst hann það? Það er eitthvað djúpt á henni, finnst mér. Æ, það kom upp og síða fannst ekki. Það er eins og bara búið að segja búið eða fréttinni. Við ræðum þetta setna. Ég er nefnilega ekki að bæla í þessu lengur. Þetta bara var út um allt í gær og maður málaði þetta.
Þarf ég að sverja fyrir það eða? Hvað heldur ég að vera að búa þetta til eða? Hvað er að gerast þetta í þessu þætti? Hörru, hvað er framöndan? Ok, á ég að segja núna okkur ég búin að hlæga svo mikið. Já. Ég var að spáða að segja það ekki en ég verði að gera það svo hlustundi viti. Það var búin að deila þessari síðu inn á chatgrúpu sem ég er á með konu minni, sýstu konu minni á Skara. Já, þú varst búin að sjá Bitu, en svo kom þegar við ætlaðum að fara að lesa, þá kom opposíð, þannig ég vissi þetta var að fara út. Þessna var ég að biðja að finna þetta. Þessna hló ég svona ógeðslega mikið af því ég vissi að það var búin að taka þetta út. En hvað er að búin að taka þess að síðu út? Nei, það er greið. En þetta var ekkert út allt, þetta var bara að djöfa við ekki. Ég veit það ekki maður. Þetta átt að vera svona mikil umræða sko. Ég ætlaði bara svona aðeins að svona Þú varst basically bara inn að koma á framfæri að þú vilt á konundaginn þá sé verið að kenna hitt líka. Já, ég minna why not. Akkurat. Við erum með 2 klefa. Við spurðum daginn á Instagramin okkur hvaða klefa fólk vildi fyrir blökastið. Náðum við ekki þar, þannig við tókum F95 blöð og það kom mikið skellt á mig. Skellt á mig. Hann kemur hér á eftir, við fyrir mig keppni hvor er sneggra að skella á sig og svo erum við líka með stigagangin sem hefur ekki verið í. Við erum að tala um einhver 1-2 ár. Hann er búin að vera í dvala. Miklum dvala. Löngum dvala, þannig að hann mætir aftur. Við erum með þekkið ekki og þú ætlar að sjá hann það í dag, Steindi. Ég ætla að henda ykkur í þekkið ekki. Og ég meina það eru 4 spurningar bara mættilega. You guys, you go way back. Þannig að það verður mjög gaman að sjá hvor þekkir. Svo veist, ég meina ég tvítuð þegar ég hitti Jóa í fyrsta sinn. Spáðu því. Pælið því. Ég sko, ég er mikið metnað fyrir því að þú veist, mér þætti leiðilegt ef ég væri rosalega langt frá því einhvern veginn. Já, ég þekki ekki. Já. Ég er alveg saman á því, ég var alveg til að vinna. Þetta er bara algjörlega 50-50. Þú veist, ef þetta verður stöðlað, þá væri þetta bara, þú veist, þetta er 1.80 sko. Ok, fíla. Svo byrju hvað sagður, var Egill búinn að senda þér King of Bold? Já, ég er með spurningar. Hafa það svona bara, við lendum í vesinni og höfðu hana. Ég veit að hann var búinn að pressa á að þessi keppni færi inn. Það er eina sem ég veit. Ég veit að hann er á Tenerife, hann er að hlusta og það er bara að krafa að þetta komi þetta inn. King of Being Bold er keppnin og ég átt að stjórna Bold. Já, Valentines þetta og Halloween. Má ekki setja smá hreim í þetta? Og hérna, ég átt að stjórna henni að því að ég, sem sagt, er ekki Bold. Já. Svo erum við með stjórnlega staðrindir og fleira og meðan ég man talandum að sé landsleikur og ædol í kvölda þá minni ég á tónlistamenn okkar þáttu 2 á sunnudaginn og það er King Bo, Björgvin Halldórsson og ég get eiginlega lofað ykkur stundum þetta því að þetta er eiginlega bara eins og grínþáttur, hann er svo fyndinn, hann er svo witty og geggjaður. Ég er bara að fá þann heiður að sjá nokkur atriði og hann er geggjaður. Já, þetta er stórkostlega þáttur. Nanna var úr Monsters og menn í síðasta þætti, þannig að þið eftir að kíkja á hann þá er hann komin inn á Stöð 2+. En Jói, Sveppi var með okkur hérna síðasta föstudag og þá var ég með tilbúið lag fyrir hann því að hann er svo mikil stónsari. Ég fór að hugsa nú er ég búin að þekkja Jóa lengi hvernig næ ég Jóa og hljómsveitin sem kom upp í hugan var Red Hot Chili Peppers. Þetta er í lagi. Þetta er Red Hot Chili Peppers með Other Side, sturgla lag með sturglaðri hljómsveit. Er þetta upp á hljómsveitin, Jói? Já, þú fara svo langt. Já, algjörlega sko. Það er, þú veist, Beatlarnir og Chili Peppers eru þarna bara á toppnum. Já, það hafa þetta svona undirbæðisluður. Þetta er hérna, þarna eru mikli töfrar á ferð sko. Já, búin að fara að sjá það live? Já, ég er búin að sjá það á 4 sinnum. Ok, það er rosalegt. Fór síðast bara í fyrra. Þeir eru geggjaðir maður. Já, þetta er svo svakalega gott tónleikaband. Já. Og hérna, það er svo mikil svona þetta er svo mikil teimi þessi 4 sko. Það er svo mikil ást í gangi þarna sko. Ég er ekki bara Antoni Kítis eitt svalasti gaur í heimi, svo ég með hann. Hann er ofalega á mínu lista allavega sko. Hafa komið hingað til landsins? Já, þeir spiluðu hérna fyrir og meira segja sko Íris Sveppa sem er náttúrulega mikill snillingur. Hún kom því til leiðar að ég náði að hitta Chad Smith trommara og fá mynda með honum. Það er rosalegt. Hann lítur út alveg eins og Will Smith. Will Ferrell. Já, Will Ferrell segja. Will Smith. Tókst blöð á þetta? I'm a huge fan. Ég ger ekki neitt. Ég er svona frekar tilbaka með það en Íris vissi að ég væri megafan og hún var að vinna hjá Íslandsbanka. Það var svona eitthvað 200 manna eftirgigg hjá Íslandsbanka og hann kom, sat þarna út í horni. Íris náttúrulega bara fór og sótt hann. Hún var ekkert eitthvað að velta því fyrir sér. Ég fór ekki til hans, hún bara náði í hann. Já, það er líka Íris að þakka ég á mynda Keanu Reeves. Hún var reynda að sótt ekki neitt þá satt hún bara í bílnum. Þegar ég flög sem sagt til LA þegar hún var að taka upp hérna 70 mínútur og ég þáttinn og þau byggu þá eða voru úti. Þá satt hún í bílnum. Sveppi kom að sækja mig og Gauk Úlfars og hann, Íris bendi bara svona, herru, hann var ekki að þekkja þennan hérna. Ég lít við
bara hleypaði, mér bara hendi frá mig töskuna, það var Keanu, ég stökk beint til hann og segi huge fan, can I have a photo? Hann bara, it would be weird if you could not. Var það sem hann sagði? Hann alltaf nettast ekki í Hann er Hollywood, geggjaður. Já, það segja það allir. Maður hefur lesið greinar það. Hann sé mikið Þetta er vist gæðablóð. bara einn besta manneskja Hollywood. Já. Hann tók öll launin sín fyrir mynd 2 af The Matrix og gaf öllum sem hans voru í búningum hljóði, þannig að hann hækkaði launin hjá öllum sem voru á sístu launum. Hver töff. Já, hann er svalur með. Svo framleiðir hann mótorhjól. Já, hann geggjaður. Hann er mótorhjóla framleiðandi. Bara hann er með þetta. Herru, talandi Keanu, þá ætlum við að fara í fræga fólkið út í heimi. Það er slúður og ég ætla að byrja á sko, þau hafa nú ekki, ég held að þau ekki verið í slúðurinn einn áður, en Shakira og PK, Gerard PK, leikmaður Barcelona, fyrirvandi, hann er nú hættur. Býttu, voruð þið ekki hvað að skilja? Já, þau eru að skilja og hún gerði lag hann. Já, þú talar þetta daginn. Já, Gerði hann lag hann? Já, þess að textinn fjallaði bara að hann var búinn að skipta Ferrari út fyrir Twingo og hann er búinn að, veitir hvað hann gerði? Það er grjótart. Já, hann keipti sér Twingo. Já, og hann mætti á og svo sagði hann væri búinn að skipta út Rolex fyrir Casio og hann setti mynda sér á Instagram þar sem hann var með nýtt Casio úr. Hann er að taka þátt í þessu. Já, svona, ég veit ekki, þau eiga börn og svona, þetta er Já, og segja það andi köldu á millið. Já, það myndi ég segja. En ástæðan, þetta er nýtt ástæðan, það er komið sem sagt, nýja vendingar í þessu að hvernig hún komst að því að hann væri að halda framhjá og það var víst að hún tók eftir að það var búið að fá sér úr sultunni heima Já. og sem sagt sultan kom upp hann því að hann borðaði ekki sultu. Gerard PK hata sultu, börn þeirra hata sultu og þá var það einhver annar að borða sultuna og Shakira svona fór á hann bara, heyrðu, hvað var að fá sér sultu hérna? Já. Veitu hvað, hvað er búið að mokka eitthvað upp á sultunni? Helviti er hún samt nákvæm svona, með nákvæma talningu á kallinum þetta en líka ef það sé að fyrsta til dæmis, ég veit ekki hvað er heima sem ég borði ekki að segjum að veri sulta ég held að þetta var ekkit að fyrsta sem að Rakel myndi þetta í hug, bara hörðu, hvað fekk sér sultuna, hvað er varst að ríða? Ég myndi vera bara, já hörðu, ég fekk bara strákan eitt í heimsókn og þeir fíla sultu bara. Jói fekk sér bara rista bröðmann og ást á sultu, sko, hvað, getið slækir? Shakira, sko, með fullri virðingu fyrir öllum að ég sett hana svona tónlistilega í ruslflokk mjög snemma. Er það? Já, sko, bara eftir að ég heyrði hann að fara með textabrótið Lucky that my breasts are small and humble so you don't confuse them with mountains. Já, í læjuninnar. Já, það var svona, mér fannst það ekki alveg fallega ort og ég gaf hann upp á bátinn. En ég get sagt þér annað, því að hún hækkaði mjög alveg af mér því ég fór á tónleika með henni. Hún spilar öll hljóðfæri og meðanst hún geggið. Þannig ég er þetta er mikil hæfileika kona, sko. Þú ert ekki ánægð með textasmiðin. Mér finnst það bara svo mikil leirburður. Sáu fréttirnar, strákar, hver verður með halftime show í Super Bowl? Já, það er langt síðan, það er Rihanna maður. Rihanna? Það verður ekki dýrara, ég hlakka til að sjá það. Hún er upp á söngunum mín. Hún er geggið. Hún er bara eitt mesti töffari heims. Hún er ekki búin að koma fram í 6 ára eða eitthvað. Nei, og það er líka að koma ný plata með henni loksins. En hún þarf ekki að gera neitt, hún er on a billionaire. Já, hún er með svo mikið. Já, bara viðskipta. Hún er með make-up línu, ylvat, Fenty Cosmetics. Talandi um manneski sem er businesskona og með endalust af einhver línum að það er hún Kim Kardashian. Þetta er mjög ómerkilegt slúður en ég ætla frekar svona tengja ef þið mættuð kaupa eitthvað því að hún var að eignast hálsmenn Díanu prinsessu og það hefði engin annar notað þetta hálsmenn nema Díana og hún keypti þetta uppboði, kostaði 28 milljónir íslenskar króna og þeir sem vorum uppboðið þeir sögðu þetta selst á 2-falt herða verði heldur en þeir gerðu ráð fyrir uppboði og eru himinlifandi að gripurinn að öðlast nýtt líf í höndunum á annari heimsfrægri mannesku. Þannig að ég ætlaði svona að spila, væri eitthvað sem ykkur dættir í hug eða ættuð jafn mikið pening og Kim Kardashian og fær eitthvað sem þau myndi vilja kaupa á uppboði? Ég myndi klárlega reyna að útvega mér eitthvað af hljóðfærum sem að svona og bílónum já, eitthvað svoleiðis sko. Það væri, mér finnst þetta mjög eftir svona verða eitthvað svoleiðis. Já, einmitt. Það væri líka kannski eitthvað svona props úr einhverjum bíómyndum eða eitthvað. Já, þú væri meira þar. Já, veistu hvað? Mér finnst það bara, sko, hálsmenn eina Díunu. Þú veist, 28 milljónir íslenskar. Já. Þetta verður ekki verið bara eitthvað drasl hálsmenn, þetta verður eitthvað demantar eða alveg gull eða eitthvað, þú veist. Þetta er ekki það mikið á pælir í. Nei, ég hefði haldið að þú myndir segja miklu hærri upp sko. Ég held að það var að segja svona 200 milljónir. Já,
þegar þú segir það. Ég held að þetta sé ekki 28 bara $1 million Eiður kefti á uppboði hérna, var til styrtar eitthvað sem Frank Lampard eða John Terry var með eitthvað, hann áritaðan Rolling Stones gítar frá held ég Keith Richards og allir búin að áritaðan. Nei, alveg Það er geðveikt. Það er rosalegt. Þannig að, já, múnandi, nei, ég held að við séum aldrei að fara svona upp á þetta. Jú, kannski Sítjó, búin að selja þetta veitingastæðan, nú getum við farið að gota eitthvað þessu. Ég er til að, já, pæli að eiga, ég var til að eiga áritaða plötu með öllum og Wu-Tang, sko. Já, ég var til Það er svakalegt. Það er svakalegt. Það sem að við mest Áhugin 0 hjá Jóa. Nei, ég blessar Þú spilaði Wu, sko. Heldur betur með það komst ekkit annað en rapp í svona 3-4 ári í Árbænum í galda. Já, það er hárrétt. Það sem að kemur fyrst upp í huguna mér væri hattur eða hanski af Jackson eða peys, að því ég sá daginn, það var uppáð á peysinu sem Kurt Cobain var í MTV Unplugged. Já, alveg til að eiga hana. Sko, ef þú ættir hanskan, sko, þú ert náttúrulega rosalegt. Jackson á Íslandi, sko, og ímyndaði bara sjóið, þú veist, ímyndaði giggin. Ég myndi aldrei vera með hann og giggi, ertu eitthvað ruggla. Hvað mennur, auðvitað myndur þú nota hanskan? Hvað heldur þetta kostiði í $1 million? Já, sko, ég meina hálsmennar myndi ég myndi það er bara svipað 28 million. Nei, miklu meira. Það er meira. Svo er það bara í lokin en Kim Kardashian er sögð hata nýju eiginkonu Kanye West. Já. En samt ég var að lesa þetta hérna á Daily Loud og eitthvað, þetta er samt svo fáránlegt því að þetta er svo ómerkilegt slúður. Já, þetta er hrikalegt, sko. Þetta er gúrka núna í blöðan. Nei, alls ekki, var ekki hitt allt gott? Jú, meðast hálsmenn er mjög interesting, sko. Nei, allavega ég las þetta líka. Þetta er ekki neitt. Nýja konan hans, hann er giftur, sko. Nýja konan hans, þú fréttið það nú hérna í FNÍ blöð. En algjörlega, það var móli, sko. En hérna, nýja konan hans þólir ekki Kim og Kim þólir hann ekki. Er það ekki oftast þannig? Sko, ég svo mynda af þessari nýju. Hún er alveg eins og Kim Kardashian. Já, þetta er það er mjög skondið. Og mjög fyndið að meira þess að hinn fyrirhundans Kanye sem hann byrjaði með strax eftir hann hætti með Kim var líka alveg svo hún. Hann hefur einfalda smak. Já, það er he's got a type, það er nokkuð ljóst. En við skuldum auglýsingar og svo fyrir við í fyrsta klefa dagsins sem er skellt á mig. Held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindi erum bara tveir núna hérna í klefanum, þannig að við erum ekki í beinni. Og hérna líður okkur best. Já, sveið með þá. Búin að segja það nokkur sem þetta er sérstaklega í svona veðri allt blautt og ógeðsleg rigning. Þetta er grínhellirinn, sko. Já. Þú veist, hérna er bara everything goes. Þetta gerast töfrar. Vonandi, ekki alltaf. Töfrar símahatana. Hvernig myndi maður orða þetta? Bara, ég veit ekki hvernig að orða það. En sko, finnst þið ekki alltaf í lagi að vera að gera símahat? Jú. Þú dæmið þau ekki? Nei. Það er spurning. Verða það einhvern tíma þreytt? Það er spurningi sem ég ætlaði að spyrja. Vonandi ekki komið að því. Ég held bara ekki. Ég held í alvörunni að eftir, sko, þegar við erum löngu farnir og bara við spólum 200-300 ár fram í tíman. Það verður fólk ennþá að gera símar. Ég held að verði ekki símar. Nei, það verður allavega að gera eitthvað hatt. Já, eitthvað fýblast. Já, eitthvað svona, þú veist, það er svo pranksta. Já, en sko, það var hérna, við vorum með blöggkastið í síðustu viku, þá báðum fólk að senda okkur á Instagram hvaða klefa það vildi. Við ætlum að vera með í blöggkastinu, en svo bara, tölum við svo mikið að við glemdum að fara í klefa. Þannig við ætlum að taka það bara núna hér í FM 95 blöð og sko, það sem kom mjög mikið var skellt á mig, stigagangur. Fólk veitir veður og vind, getur þetta að taka það bara í blöggkastinu á mánudaginn. Já. Ég var eiginlega bara að gleyma veður og vind, sko, sem er svolítið skeri, sko. Hvað heldur þessi mörg símtöl sem við tekið hennu upp inn í þessu, hvað kallar þetta, grínhelli, sem hafa ekki verið notuð? Það er svona 2-3, allavega 100. Ég myndi segja að myndi allavega ná einhverjum 1000. Heldur þetta þessi ár? Já. Og þetta hefðu geimt þau. Djöfull eru til léleg símtölu hérna. Það hafa komið nokkuð helvítis. Á líka þegar maður tekur svo lélegt að sem betur fyrir það ekki beinni, því það deyr eitthvað bín inn í mér. Það langar mér bara að hætta að taka klefa. Ég hef tekið síma þetta, við með þess að höfum spilað síma þetta sem að deyra eitthvað inn í mér, það sem við höfum actually spilað það samt. Þannig að fólk getur eitt ímynda sig hvernig símtölun eru sem við spilum ekki. Og stundum þrjóskar sem fylgir þessu. Við höfum verið þetta inni að reyna að ná einu, að þú veist að því að stundum er bara erfitt að ná einhverju.
sérstaklega stegagang sko. Stegagangur er nefnilega svolítið erfið sko. Þú þarft að hitta líka ákveðna típur og svona við höfum verið hérna í sko, ég hef setið þetta í 2 tíma allavega að reyna stegagang ekkert sko. Og ekki nást Þá er maður pyrrað þegar maður fer út Við skulum hætta að væla og fara í gýr Er það ekki? Ætlum við ekki bara að taka skellt á mig, hann er ekki verið lengi Var ég ekki alltaf að pakka það saman, þetta er tími? Sko, þú hefur verið, ég ætlaði alveg að vera heiðarlega með það, þú hefur verið betri en í þessu en ég hef komið sterkur inn á milli Já, ég hef ekki alltaf unnið þetta sko Ég man nefnilega síðast held ég þá hermtur eftir mig, þannig að þú byrja núna Ég ætla ekki að vera að herma eftir það sem ég ger Sko, ég meina pælingu Ég held ég að við gertum það, sko, mér minnir gekk ekki rosalega vel þegar ég var að biðja lán og var svona á smá kyslu Ég ætla ekki að hjálpa þér neitt Mér minnir að það hafi verið, fólk var ekki í feeling fyrir það, sko Ekki stemningu fyrir það, sko Það er að taka það Ég er að spá, sko, ef ég er búin að vera núna vakandi Þú ert basically að fara í kitta kyslu út að tvinna saman 2 klefur Nei, kannski ekki alveg kitta kyslu, sko Þá fæ ég hausverk, sko, veist það Maður þarf alveg að velja momentin fyrir hann En sko, þú veist, ég sé bara fyrir mér, þú veist, hvað mánuð er þetta? Ég getur einhver ennþá verið í kyslu frá Gamlás eða? 20. jan, það er rosalega kyslan Ég ætla að vona ekki maður En ok, viltu ekki konu eða karlmann? Karlmann, ok Verstu með eitthvað óskarnafn? Nei, ekki neitt, okay. Þú bara mátt velja Herri, þá fyrir við einnig í þetta Hvað erum við að tala um? Viltu velja eitthvað svona nafna ættingja eða vina? Hafþór, já Herri, og hérna, sko Ég er að svalir í kyslu núna okay. Ég held það sé staðan sko því að máli er að ég væri til í 10 sekundur max. En þú veist þessi tíman í gang leið og hann svarar Það er reglan Já, það er reglan Ready? Ok, hann á Húsæk Hafþór Halló, Hafi Blessaður, heyrðu Þetta er ekki Hafi, þetta er Konnas Já, heyrðu Getur, þið bæði maður Ég þarf að fá greiða hjá okkur Getið þið nokkuð lagt inn á mig 10-15 skall langt á mánudaginn og ég borga tilbaka með 15% vöxtum Hver er þetta? Þetta er henni Óli, túka nýður Gerðu það Já, ég er bara búið að vera kistla á kallinum, ég veit ekki það alveg, þetta er ekkert, hérna, ég er búin að vera síðan á Gamlás eitthvað, hérna, í einhverju gardínum og snáðunum og fleira, getur þú gert það fyrir mig? Nei, ég get það ekki. Gerðu það, henda á mig fyrir mig, hérna, bara 10-15 skall alltaf borguð, þú þekki mér nú vel, þetta er Óli, gerðu það. Ég veit ekkert hvað Óli veist. Dúkarnýfurinn maður, ekki? Óli Dúkarnýfur? Já, þú veist, ég er bara búin að vera í einhverju rugli maður, þú er aðstofa kallinn maður, þegar menn eru langt niðri þá þurfa stundum menn að fá hjálparhönd. Róaði og segja mig hverju Óli heiti ég, getur þú gett mig greiða og myndur hún að leggja inn á mig og ég borga með 15% vöxtum? Nei, það geta ekki. Ekki, gerðu það? Nei. Það ekki? En varu til að geima fyrir minna tösku í viku? Borga með 15% vöxtum er það líka? Eina tösku? Já, tösku bara Hver ertu? Þetta er ekki ykkur Óli. Jú, Óli heiti ég. Jú, þið líst ekki að mig maður, ég heyri það Þú vilt ekki hafa svona kall á línunni maður? Heyri. Já. Hringdu þegar þið líður betur. Nei, ekki? Já. Já, bæ. Djöfulli grænt tíminn á þessu. 1:30. Nei, maður. Hvernig getur þú verið svona lélegir í þessu? Ég held ég væri með skotalt plan núna maður. Nei, þetta er ekki Sko, 1,5 mínúta Þú veist að keppa í að láta skella Veistu hvað það er lélegt? Ég veit það, þú veist Hún hékk á línunni maður Svo hékk á línunni Ég ætla að pakka það saman Og svo svaraði ekki einu svona Þú veist, ég vildi kallmann, skilja Þú helst að þetta var Ég heyrði ekkert, þú veist, ég var bara á kafi mínu það veist Hann hefði örugglega skellt fyrr á, sko Heldur það ekki? Nei Þetta er bara ekki nokkuð þér, sko Herðu, ég hugsa, ég tek bara eitthvað hafþór líka Ég meina, þú myndir aldrei nenn að fá svona gæjar á línunum Þú myndir bara skella á Ég meina, það var ekki skellt á þig Ég er bara næs ekki 1:30, hvað sagður? Þú veist 1:30, ég skal setja bara tíma á mig hérna Shit, hvað er leilætt maður Ég er ekki glaðið með þetta, sko Það er breytt, sko Já Halló Hafþór Er langt í þig? Hafþór, er langt í þig? Ég heiti Árni og ég er bara Hvað, ertu ekki að fá að heima þér, eða? Ha? Langt í þig, eða? Hvað segir þú? Er langt í þig? Nei, ég er að fara neyra á Vestæði en ég heiti ekki Hafþór, ég heiti Árni Þegiðu og drullaði neðstir Strax Þarna! Nei!
30 sek, þetta ekki sko, það munaði mínúta á okkur ekki nema Hann hélt þú værir yfirmaður sinn Hann sagðist hann að vera á leiðinu niður til Hann sagði bara, ég á leiðinu sko Og þú bara, já, núna Og Þetta er ekki flókið að láta skemma sig Það er alveg ótrúlega hvernig þér tekst að flækja það En þetta var dagskaruliðurinn skellt á mig Ég fekk bara svo marga spurningar Þú veist, hver er þetta og af hverju á ég að geyma ykkur á tösku og... Já, þú byrjaði líka að fara bara yfir í eitthvað allt annað dæmi En ég bara þurfti, það var, þú veist, vissi ekki hvað þetta að gera Því að mér fannst þetta ekki vera að virka sko Nei, og þetta er held ég ástæðan fyrir við fórum í pásið þar Því að þú ert svo lélugur í þessu Já, sko, máli 1,5 Eiljalegt Sko, ég hef alveg átt verri tíma, sko Já, þú hefur verið í 3 mínútur minn Mást ekki að þið hringdi þannlægnin og alltaf hélt að það væri alveg, bara, ég held ég væri með 8 sekúndar dæmi það Því hann var svo busy Já, þá svaraði bara manneski á síma og var alltaf að hlaupa eitthvað inn og það var 3 ferðamínútur dæmi, sko Hörru, það var Sigur í hús og já, takk Róður FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárrétt, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FM 95 Blu og það er eitthvað sem segir mér að Manchester United, Arsenal og Íslands Svíþjóð verða allt live í Keiluhöllinni. Já, það Geturðu staðfest það? Ég get staðfest það verður heldur betur hasar helgina maður. Já, stór helgi. Já, og gaman líka bara, þú veist, ég eins og segi, þú veist, að Manchester séu komnir í gang. Þú þekki mig, ég er ekki svona Liverpool-maður, ég er ekki svona Út heilbröðu Liverpool-maður. Já, ég er ekki svona dick. Nei. Þannig að ég er raunverulega fagnaði að þessi komnir að stað, þó svo að það sé Skýta jafntefli í vikunni. Það er náttúrulega alltaf ykkur smá bumps in the road. Já, jú. Herru, verðum við ekki að spá fyrir leiknum strákar, Íslands Svíþjóð, verðum við ekki að henda í hvernig haldið þetta fara, haldið við vinnum þetta? Sko, þetta er svona meira að vona það svo rosalega sko. Já, þú veist, þetta er basically, fólk er að tala um þetta sé úrslitaleikurinn sko. Já, við verðum að vinna þetta ekki. Við eigum eitthvað smá séns að komast áfram ef við vinnum þetta ekki. En það er einhverjar voða krókalegir. Stóla og hitt og þetta og við vinnum hennar leik, ég sannfærir það. Ég ætla að segja 28-26 Ísland. Já, fíla, ég ætla að segja bara sama 28-26. Já, 30-28. 30, það er rosalegt. þið haldið báður að vinna með 2. Já. En herðu, býtu, já, ég verður að hækka hér því að nú er að dettin dagskrárlög sem heitir Þekkið ekki. Jón Jónsson og GTRN komin hérna á fónin. Ég þarf náttúrulega að setja allt á því ég er einu maður sem kann á takkan. Ég veit ekki hvað gerist þegar ég er ekki hérna. Nei, þetta er Tekur 10 ára að læra á þetta. Já, fyrir þig, já. Þú kannt 10 ár. Getur ekki sagt neitt, þú kannt ekki á þetta. Það tekir 10 mínútur fyrir okkur, Jón. Ertu búin að finna síðuna á þetta með könnunum? Nei, það er búin að fjarlæga þetta. Það er búin að fjarlæga, herðu. Ok, ég ætla að Jói byrja bara, ég hoppa fram. Ég er búin að stilla græðina þannig að þið kann það. Já, ok. Þannig að þið lendi ekki neinu vissinni. En ef allt stoppar, ef það bara kalla þig? Já, þá verður það að kalla mig því að það er engin annan sem getur gert neitt hérna. Það fyrir allt í rugl. Ég var sko í nokkur ára á tökkanum í Galanda en ég hins vegar, það er alltaf takkar sko. Það er svo langt síðan. Þetta eru basically 3 takkar sem við vinnum með. Það tekur nokkur ára að læra þetta. Herðu, hérna, já, þið byrjið þetta, ég hoppa fram. Er það ekki? Já. Á meðan Ötti er að skottast fram. Jói, þú þekki liðin. Já, mæta vel, ég hlusta nú yfirlt alltaf sko. Er það ekki? Er þetta í fyrsta skipti sem þú tekur þátt í þekkið ekki? Já, það er rosa. Það er bara staðan sko. Ég sko Sveppi, hann var síðast. Þetta er svona mennir að testa þetta sem koma. Einmitt hjó eftir því að hvað honum fannst best að láta snerta eða koma við sig. Já, og sagði hann ekki bara tippið? Jú, hann bara mjög hreinskilinn og sagði bara satt. Ég var að reyna að stýra þig eitthvað annað sko. Ég heyrði það. Já, menn eru svona, gott að láta gila sér bakið og nei, það er tippið. Það var harður á því. Herðu, ok, þetta eru 4 spurningar. Ok. Og ég sé að fyrsta er nú ekki droslega smekkleg sko. Hún, veistu hvað, fyrsta, þetta er bara leiðilegt að þetta bitna þér af því að fyrsta er gerð bara sérstaklega á Auðun Blöndal og því að hann hefur hendis á mig. Ég skil. Mér langa að hefna mig. Þetta er þess að ekkert eitthvað á bókmyndaheiminum. Nei. Og bara afsaki fyrirfram sko. Allt í lagi. En hversu graður ertu á skjóluna mittum í 10? Já. Þetta er ekki hægt sko. Já, þetta er sko stórt spurt. Já, nú þarf maður að kafa eins sko djúpt í sjálf á sig. Ég meina, þú veist, eðlilega kannski svona eitthvað balans á þessu. Þetta er svona kannski bara heilt yfir sko. Já, einmitt sko. Nú er ég náttúrulega búin að vera með henni Olli minn í aldarfjórðung sko. Já. Og fullt af börnum og rugli. Fullt af börnum og maður velti fyrir sér varmaður graðari framan af hefur svona eins og róast í manni sko. Nei, ertu ekki bara búin að gefa í? Jú sko, þetta er svona svolítið afstætt sko. Ég myndi halda sko, ég er ekkert eitthvað svona, þú veist,
Ég er ekkert eitthvað svona yfir meðalagi graður held ég sko. Ég held ég sé svona bara mjög svona basic graður. Solid 5. Nei, ég meina það svona, þú veist, einn upp í, nei, já, ég skilji. Já, ég myndi halda 5 væri svona bara frekar hætt, frekar eða þú veist. Já. Ef ég horfa á kvarðan og ég myndi vilja staðsetja mig kannski svona bara það sem ég væri svona nokkur normal sem ég held raunverulega í sé, þá held ég að ég væri svona kannski 7. Já. Er það ekki bara? Jú. Þá getum við líka yfirgefið spurninguna. Já, og við farið inn, þetta var furðu gaman að tala þetta samt en Já, við vorum að velta steinum og fundum svar sem er alltaf gott og þetta er heiðalegt svar. Næsta hún er skemmtileg. Okay. Spurning 2. Hvað finnst þér vera fyndnasta atriði með Audda úr 70 mínútum? Að hugsa tilbaka og áttuður eitthvað uppáhaldsatriði með Audda? Sko, þetta má vera hvað sem er úr þáttunum eða ekki? Jú, hvað sem er, þú veist, og svona eftirminnilega atriði, maður pælir það er náttúrulega, þú veist, þeir voru að slá hvern annan, það er þegar hann ælir í skóin, maður mann eftir hinn og þessu. Já, ég var fyrsta sem kom upp í hugan og eitthvað sem ég eiginlega verða, þú veist, það er einmitt þegar hann ældi í skóin, sko. Það er og það er náttúrulega ekki, sko, fyrirfram, þetta er ekki pródúseraður rekkur eða falið myndaðulega neitt. Þetta er í stúdíó bara. Þetta er í setti og en það er eitthvað svo þegar eitthvað svona gerist sem er algjörlega unexpected og dásamlega orginal þetta er eitthvað sem maður gleymir aldrei sko en af því að þetta er líka þetta átti sér hennan aðdraganda hann náttúrulega átti svo erfitt með ógeðstrykkin hann er mjög klíkat gekkur í grunninn sko hann er það sko hann er hann er snertifælin líka það er erfitt sko þú veist ef við myndum fara núna báður og knúsa hann hún er fyrst ekki þægilegt sko nei hún er fyrst óþægilegt já ég knúsa hann samt alveg duglega sko maður reynar að gera í því sko og hann venst alveg en æli í skóin allan daginn ég held að fullt af frábærum atriðum með honum þetta er bara þetta situr í þér þetta er unbelievable ok, þá er það 3. og þetta er í rauninni sá sem er nær svarinu þú veist það er annarkvort þú eða þið munum fá stig hana okay. Hvaða ár snóðaru þig? Hvenær varstu bara þetta var bara svona, hvenær tókstu þetta var bara síðasta klippingin og bara nú snóða ég mig hvenær bara, when did I go bald? Já, það er bara hann sko, nú ætla ég að sko, ég var með hár í fyrstu Idol-seríunni hún var 2003 shit, hvað er langt síðan og það þýðir að ég hafi snóðað mig 2004 fyrir 20 árum síðan tæplega þannig, 2004 20 ár síðan late 23 eða early 24 ef ekki bara segja 2003 fyrir 20 árum já, gera það eða ekki 2003, slett 20 ár já, slett 20 ár, jú svakalegt svar aldrei litið axl shit, nei, já, og hvernig var þetta eins og með, sko ég þurfum að ræða þetta kannski þegar auðvitað kemur þegar þú bankaðir í hann, sko einmitt og var einhver sem bankaði þig? Sko, bara sjónvarpið bankaði mig þetta var þarna ákveðin stand-up kynning í Idolinu sem að ítti mér yfir bríkina þannig að þegar þú varst að horfa þáttinn sjálfur í sjónvarpinu þá var bara þetta gengur ekki já, það var svona gjóla, ekkert mikið rock og faukar hann sér bara af þér já, það svona liftist allt eins og bara svona laus hjálmur á barni og ég sagði, nei, anskun og svo einhvern veginn í minningunni fannst mér þetta ekkert mál og ég var einhvern tímann bara við Olla vorum með einhverjum vinum og var einhvern sem spurði þessara spurningar og ég sagði nei, mér finnst það bara ekkert mál og hún bara, jú ég fannst þetta bara víst mál þannig að eflust hefur þetta verið mál sko. En það er eitthvað svo skrítið að þeir sem missa hárið það verðist alltaf fara en betur á sköllóttir það er eins og þetta sé eitthvað skrifað í skín virðist vera já, ég meina og tala með að vera heppin með höfulag þú veist, ég veit að þekkja alveg nokkra sem að myndi ekki púla það neitt rosa vel enda að missa þeir vantalega bara ekki tárið þetta er bara kannski er Guð að hugsa þetta eitthvað til enda sko. Þú veit með mjög svona heilbrið og fallega hárút já, takk fyrir það þetta er alltaf erfist í móður ekki í mínu tilfelli sko nei Ert þú the odd one out? Já, allir pappa megin nauðasköllóttir Hvernig er pappi mömmu þina? Var hann sköllóttur eða hár? Bara helt hári bara þá til hann kvatti Býtu, hæ? Já Þannig að það er eitthvað Ég hef alltaf svona batlað
gömlu mýtur sko. Þetta á ekki við nein rök að styðast í mínu gena Já, meiki ok, þannig að ég get alveg þá er maður ekki dörgur í þessu. Afi minn var með fínt hár sko. Ég skal kíkja í hvirfilinaður á eftir og ég get bara sagt þér hvað er að fara að gerast. Ég er mjög naskur á þetta. Ég hef fengið sko símtöl bara fyrir stöttu síðan. Þá var kunningi minn sem að spurði mér á það. Ertu bara sérlegur ráðgjafi? Bara með að kíkja í hvirfilina á sér. Eigum við að gera þetta eftir? Já. Skoðum þetta. Herðu, 4. spurning, hvorekar er blautari? Tja. Þú veist, þeir eru hvoruðinir í bæjum allar helgar að djama og djúsa, en minna, þú veist, hvorekar er bara duglegri að opna rauða heima, vera södra, taka einn á fundum og vera, hvorekar er blautari bara, þú veist, yfir höf. Ég þekki nú sjálf á mig. Ég finnst nú helvíti gott að fá mér eitt kaldan sko. Já. Og hérna, en alveg eins og þú segir, maður náttúrulega minna kannski eitthvað á djamminu, þú veist, en hérna ég neita því ekki að hérna, eitt skít kaldur, hann er ekki að drepa mig. Nei. Ég veit ekki alveg nákvæmlega stöðun á Audda dagsta. Ég hefði haldið fyrirfram að Auddi væri svona heilt yfir reglusamari með þetta. Ég veit ekki hvað hann gerir mikið heima á sig til dæmis. Nei. En með kannski hvað ég geri dagstaglega, þá myndi ég sennilega segja að ég væri örlítið raggari sko. Er það? Svaðalega blautur sko. Er það staðan? Já, ég meina, þú veist það bara, hann er. Já, þið náttúrulega eru alltaf eitthvað á sull á föstudöfum, ég veit það. Já, sko, ég veit þér aðla bara, sko, hann er náttúrulega duglegur að opna sér heima. Er það ekki? Já, sko, ef að það er staðan, ég hef svo sem ekki, þú þekkir það betur, þið eigið með þér í tíma saman dagstaglega, sko. Já. Er hann í, það er hans verið að glussa svona með pastanum? Já, þú veist, Er hann svona miðvikudagsmaður? Er það litli 50 dagur hjá auðvitað? Já, rennur þetta ekki allt í eitt bara? Svona, hér svona skemmtikrutum? Ég myndi halda mánu og væri svona decisive faktor í þessu. Ef að mánudagur og þriðjudagur er ekki, það er ekkit eitthvað svona, já, nú er bara fiskur og heilbrigði. Ef hann er komin í kannski reddar hann þar, þá hefur hann vinningin, sko. Já. Ætlar að segja þú eða? Ætlar að breyta það? Ég má ekki hafa áhrif á þetta. Nei, þú gerði það nú reynda samt, sko. Já. Þú bara kallar þetta. Já, ég ætla bara að henda sjálfum mig fyrir strætó og segja bara ég vinningin hann. Já, ok. Herru, þetta, þú slafst bara ágætlega, er það ekki? Þetta bara, þú veist, byrjaði svolítið, já, ég mitt, já. Og eftir það var þetta auðvelt, sko. Já. Þegar ég fer fram með það ekki. Jú, þú er að fara fram, þú mátt ekki heyra. Hvernig var prentarinn? Prentarinn var fýtt bara, ég ekki. Fannst þér vera lengi? Nei, náttúrulega Jóa komast inn gestur og svona. Marstu það að ræða? Nei, þetta var nefnilega mjög interesting. Ég get ekki beðið eftir að fara yfir eitt með þér eftir. Voru þetta þægilegt? Já, þetta er í rauninni þægilegt sko. Fyrsta spurningi er hversu graður ertu að skala með upp í 10? Vá, rosa þægilegt. Já, heyrðu, ég er að hefna mín. Þetta er til þín. Ég hef ekki verið með svona óþróskaða spurningu svona 2 ár. Þú hefur spurt með sömu spurningu. Erstu viss um það? Já, þess vegna hef ég hana. Gríði Jói, þú veist að lendi í henni sko. Skalanum 1 upp í 10? Já, heilt yfir. Þú verður bara að segja það satt sko. Hann var mjög heiðalur. Já, þú getur alveg staðfest það, Steindi. Ég meina, þú ert jafn mikið með mér og kona mín. Ég er engin græddupatta sko. Nei, ég veit ekki hvernig þú ert heima hjá þér. Nei, ég meina, þú varst í kringum mig þegar ég var á lausu í 7 ár. Já, ég var ekkert eitthvað að sveipa alltaf. Nei, graður. Ekki að tala um það. Ég meira að tala um bara út heima og erstu alltaf í stuði eða ertu bara stundum þreyttur? Ég er bara svona, ég er rétt yfir meðal myndi ég held. Já. Ég myndi segja ég var svona 5-5-6. 5-5? Já, 5-5-6, hann fær réttur í bæði. 6. Það voru, já, ég vil ekki segja 6 því að sko, þú veist, 6. Já, sko, sleppið sem hálfu. 5-5. Og ég líði ekki að hlustendum, þetta er bara, þetta er staðan. Já, ok. Kannski er þetta aldurinn, ég menna það eru spurt mér í 70 mínútum og þetta verður herra. Já, en svo eru margir sem svona, þetta, fara að keyra sig vel í gegn, sko, já, svo ekki bara halda áfram. Jú. Herðu, finnast atriði í 70 mínútum með Jóa. Þú veist, hvað er uppáhalds atriði þitt úr 70 mínútum sem Jói var í? Þú veist, er eitthvað sem poppar svona fljótt? Já, nokkur Jói á ógeðslega fyndnar falda myndaðilar til dæmis. Ég man þegar að vera að mála. Já, mála fólk. Ísinn, þegar hann var að geta ísinn sem fólk var að kaupa. Það er ógeðslega fyndið atrið. Það er geggja atrið. Ég hugsa, mér fannst líka bara, ég man, veist, áður ég byrjaði sjálfur í 70 mínútur, þá var ég alltaf heima og horfa bara með mömmu á 70 og ég dyrkaði það. Mér fannst þeir báði náttúrulega snillingar og mér fannst Jói svo fyndin. Já, hann er geggjaður. Ég ætla að segja þegar hann var að geta ísinn frá fólki. Ísbúðin. Já, hann var nýbúin að sveppi sagði með það, hann var nýbúin að rífast í konunni sinni í síma og svo pyrra. Nei, það var þegar hann var að mála fólk. Já, ok. Og þó beint að búið til grín. Já.
Reiður í gríni. Já. Hörru, það var að þriðja. Ok, þetta sá sem nær. Ok. Þú getur fengið stigarna, skilur, þóttu sért ekki með þetta alveg på 10. Ég skilji, þannig að verður stigarna. Já, það verður stig sem fyrir út. Hvaða ár snóðar þig? Ég? Já. Já, ég fann náttúrulega stigið þegar ég giska á hann. Já, hvaða, þú veist, skilur, hvenær var það bara? Ég snóða með árið 2006. 2006? Já. Þannig að sko, þetta var moment. Rétt áður ég fótt í Króatíu. Það er náttúrulega sko svolítið fallegt sko, því að það var hann sem bankaði í þig. Nei, hann bankaði ekki í mig. Fékkstu bara ráð? Strákarnir. Nei, það var Jói sem benti mér á að ég væri að verða sköllóttur. Já. Því að það var verið að stríða honum inn á skrifstofu og potti. Ég hef nú sagt frá þessi 70 mínútur. Nei, hérna í FNÍ5 blöð. Ég maður ekki eftir þessu. Og það var allir að hlæja að Jóa, því að hann var að tala um að þetta styrkja kastarinn inn í stúdíóna því að það var að byrja að sjá svo að hann verið sköllóttur. Ég var grenjandi og látur eitthvað, hvaða voða ráð þetta eitthvað, og hann bara, að þú ætti nú að hlæja hans minna, þú sjálfur að missa hárið. Og ég bara, hafði ekki hugmynd um það. Ég bara, hvað eitthvað rugglaður, hélt að vera að grínast. Og hann bara, nei, farðu bara inn á bað, bleiktaðar hárið og farðu það undir ljósið. Ég fór inn á bað, bleiktaði mér hárið undir ljósið og ég fekk taugafall. Það var þá bara sem ég fatt að ég væri að verða sköllóttur. Ég hafði ekki hugmyndu. Og ég held mér þess að varst aldrei búin að vera heima eitthvað að pæli? Nei, og ég held mér þess að í seinni tíð að það farið mun hraðar út af því að það fer hraðar út stressar. Þannig að hefði ég ekki vitað, það kannski haldist smá þykti. En kannski kenni Jóum þetta. En hvernig, kannski geti ég verið að missa hárið núna? Nei. Af því að þú veist, ég ekki búin að vera undir ljósið. Ég sé það, þú ert ekki með sári. Af því að sko, veistu hvað Jói sagði á hann? Hvað? Hann sagði basically að því að við erum alltaf að tala um að þetta erfist í móðurætt. Það er kjaftaði. Nú, ok. Afans var með lubba. Nei, þú veist, ekki gott að við erum að tala um þessi kenning sem við erum búin að rulla með. Hún er bara dauð. Það er ok, næsta. Rosalega, þetta eru stóra fréttir. Ég er ekki að djóka, sko. Þetta er alveg huge. Þetta er svolítið eins og þú sagði mér að Kanye væri giftur, sko. Þetta er alveg þannig, sko. Herru, hvor ykkar er blöytari? Heilt yfir, hvor ykkar, þú veist, nú þarftu svolítið, eins og ég sagði við hann. Þú þarft svolítið að giska, þú veist, er Jóa að opna rauðar heima á virkum? Nú er alveg, sko, Jói meiri túrakall, held ég. Já, ég held að hann fer á svona lengri túra. Býtum, hvað mennur túra? Já, hann fer í einhverja veiði og er bara farin í 3 daga. Ég skilji. Ég hugsa að ég sé blöytari. Svona heilt yfir? Já, ég er ekki blöytari en þú, ég er ekki blöytari en Egill, en ég er blöytari en hann. Ég myndi segja að við varum mjög svipaði. Ég myndi segja að þú verið aðeins blöytari en ég. Ég? Pínu kannski? Nei, ég voru lítið eitthvað heima og einhverja rauðin, sko. Gera að við komum gestir og... Já, jú, ég verði ekki að taka það á mig, ég sé blöytari en hann. Fjölmyndin hafa það. Ef það er heiðalegt svar. Já, það er heiðalegt. Er það heiðalegt? Já, sveið mig það. Herðu, ok, þá þurfum við að fá úr þessu skorið. Já, ég er búin að vinka honum, hann stóð ekki við prendarann. Nei, hann stóð við kaffið. Hann var það frammi einhvers stað bara, kaffivélina. Já, nýtt tvist. Herðu, nýtt tvist, þú fórst ekki við prendarann, Jói, þú tókst kaffivélina. Já, ég ámæður að vera... Já. Nei, það er ekki... Hvað er prentarinn? Hann er bara hérna. Það er ekki regla, sko. Það er ekki regla í þessu. Ég hef oft heyrt ykkur tala um að standa við prentarinn, sko. Já, sittum maður bara hann í hóðinu. Herðu, það er ekki regla, við skulum fara yfir þetta. Sorry, stakar, ætti að vera regla. Hvað settist ekki á prentarinn? Herðu, ef við ekki bara byrja þetta. Ég er að passa, Jói, þú mátt alls ekki sjá hjá mér. Nei. Það er bara svona. Ok, fyrsta var, já, þið munið bara hvernig það var. Það var hérna bara, þú veist hvernig þið eru núna og skalum mitt upp í 10. Já, en það var ekki núna, það var bara heilt yfir. Já, bara heilt yfir. Já, heilt yfir. Væri skrítið að maður væri blúsandi 10 akkurat núna. Bara hér og nú. Það væri mjög fyrirlegt, sko, með mér og blöð hérna í stúdíónu. Herðu, ég ætla að spyrja Auta. Hvað Jói sagði sjálf að segja? Já. Ég meina ef hann er hreinskilinn því að Jói er alveg graður, sko. Hvað meinur þú? Þetta er svo. Það er... Hvað getur ekki bara sagt þetta? Ég er búin að þekkja mannin í 20 ár. Þetta er mjög fallegt, sko. Þetta er agalegt. Já, jú, hann er mjög graður, sko. Já, ekki svona. Jói er allavega... Hvað er þetta ekki 9 eða hvað er þetta 8? Þetta spurja mig. Þú mátt ekki spurja. Hann er seinskilinn og ekki. Hann er 9. Hræðileg spurning, sko. 9, það er ekki rétt. Hann sko, 9 10. Hann slengdi þetta í 7 ára. 7, ok. Þú veist, þetta snýst svolítið hvar menn setja kvarðan, sko. Þú veist, en 10 er bara eitthvað gæi sem er bara með teknikinn úti bara allan daginn. Það er bara skrítið, sko. Herru, þá ég spyr bara þig sem spurningu, Jói, hvað sagði Öddu sjálfa sig þarna og hann lofaði mér að hann var heiðarlegur, sko. Já, ég er alltaf heiðarlegur. Já, það, veist,
Já, hann er náttúrulega sko mokkgraður Nei, ég held að þú hafi sett 8 á þig Nei, ég var 6. Stu 6? Já, ekki Það var að setja 10 á þig Já, ég seti 9 á þig. Nei, ég seti 8 á þig ekki. Jú, en var samt að velta fyrir þig hvort ég væri 10 Setur svo 6 og sjálfa mér finnst það voða skrítið. Ég er bara að hoppa yfir þetta mér finnst þetta voða skrítið En svör veitu hvernig, þá er engin punktu bara Nei, það er bara 0-0 Ok. Herðu, þetta, núna getur komið fyrsta stíð Fyndnast atriði í 70 mínútum með ykkur báðum Sko, ég ætla að byrja á þér Jói núna Hvað finnst auðvitað fyndast atriði með þér úr 70 mínútum? Ég ætla að vera svona eftirminnilista at the moment Komin nokkur upp í huga en ég enda Já, sko ég myndi gíska á þegar að ég var að þykjast vera málari niður í Glæsibæ Tæft var það maður. Vá, hvað Ég það minntist á kom til það. greina sko Við töluðum Ég tók í ísinn. Ísin, já Þú varst að éta ísinn frá fólki. Já, í Garðabænum Já, Það er ísbúðin hann veist með stórkostlegt andri. Já, gaman Þá geggja atriði, auðvitað ég ætla að spyrja því að sama Hvað finnst Jóa eftirminnilista Já, og bara fyndast atriði með Já, þér sko, ég var að reyna að hugsa þetta núna. Ég myndi halda hann að sagt eitthvað sem við tókum upp saman og ég myndi skjóta á því ég var að vinna á dekkjaverkstæðin þegar strúfórnaglinn og það allt kom. Ég man bara hvað við hlóðum aðeins þegar við erum búin að taka það upp. Það er ekki rétt Anskur. Það var reyndar alveg geggjað atriði sko Viltu vita þetta? Já, Viltu fá þetta? Já, Þetta er þú eldri í skóin í stúdíó já, ok, það hefur verið erfitt að Dekki var þarna á topp, þú veist, 5 pottjétt sko hörðu þeir eru stigalausir báðir. Já, þetta Jesus. gengur ekki En strákar, það kemur stig núna Já. Af því að það er pottið að koma stig Ok. Hvaða ár snóðar þig Og sko, þetta er hvori nær Já. Og Jói, byrja bara þér Hvað, hvenær snóðaði auðvitað sig Hvenær tók hann bara skrefið Náði rakvélina, hvaða ár var það? Ég held að það hafi verið svona 2009 Það er rámt. 2009, ok, ætlum ekki að fara Já. Viljum við Nei, á við ég að getum segja sagt það svo muninn bara strax eða? Nei, ok, það auðvitað Hvenær tók Jói þess ákvörðun? Sko, Jói er með hár í fyrstu seríun Idol. Hann snóða sig fyrir seríu, ég held að hann snóða sig þegar blástu, það var svo hvast einhvern veginn, það var svo kústur þarna í beinni. Við ræddum þetta á hans. Hann hefur snóða sig 2004. 2004 Já. Þetta stig fær Auður Já. Blöndal af því að Hvað var það, 2003? það var 2003 Já. Sko, gæti verið 2004 Já. En við ákvæðum að henda á 2003 Ok. Og Auður Blöndal, hann hendi þetta 2006 Það er að munaði 3 árum hjá þér Það var 2000 Ég man að þú varst forvitin mína hægi eftir að ég létt vaða Já, ég vissi þetta var að koma. Já Þetta var sko, þú keirðir hann í taugafalli og settir hann undir ljósi sko Manstu Já, ekki já, þegar já. það var að verið að stríða þær inn á Poptu ískristofu og ég var grenjandi á hlátur og sagði mér að hætta að hlæja þegar það var stutt í mig. Ég man kom að fyrir fjöllum. Við ætlum að skoða hverjulina mér og þetta Já, við ætlum að fara í hverjulun og henda á þér Herðu, hvor ykkar er blöytari og þetta er basically sko, Jói, þinn eini sjens Já Ég ætla að byrja þá á að Byrjar þá að Jóa. Byrja á þér Jói, hvað sagði Öddi, sagði hann tók hann sjálf sig eða sagði hann Jói? Hann tók sjálf á sig Tók hann sjálf sig? Já Hann er blöytar en þú? Já Hans mati? Já Rétt Rétt. Það er rétt. Þú ert meiri túrakall. Ég Það blöytari allt í allt. Það er 1-1 Ég held að Jói það líka sagt ég. For the win. Það er ekki rétt! Nei! Það sagði, hann tók sjálf á sig Hann heldur, sko, hann sagði að þú ert ekki að opna þér eitt kaldan á mánudögum og þriðdögum þá er þetta nefnilega bara kannski Jói sko, því að sko hann er greinilega laumast í eitt kannski að miðvikudegi sko. Ég var ekki alveg viss hvað þú væri grimmur heima sko. Nei. með tvö ungbönn. Já, ég er ekki grimmur. En svona það er ég kona mín kom samt inn á það í staðin fyrir að vera alltaf ykkur villir þá skemmtilega að opna kannski einu rauða við góðu mat og maður þarf ekki alltaf að vera Nei, bara svona Slefandi einhvers old staðar. school bara gardínu fyllir í. Já, herðu, það var stórmeistar að skalla jafntefli í þekki já. eða ekki. Það var ekki bara sangjant. Jú, þetta var flott þú veist, þetta var mjög gott 1-1 drengir Já. og Og við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan.
Held ég til að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 við Steindir, bara tveir núna hér inn í klefanum. Já. Sem þýðir að við erum ekki beinni útsendingu, við erum, já, eins og ég sagði, í klefa. Grínhellinum. Já, og sko, við vorum með daginn, þá vorum í síðasta blöggastætti, þá settum við á Instagramið okkar hvaða klefa fólk vildi. Já. En svo vorum við með spurt og svara líka, en við tölum svo mikið að við glemdum að fara í klefa. Já. En sögðum áskrifendur blöggastins að við myndum bæta þetta upp næsta föstudag og fara þá í klefan sem var mest beðum. Já. Og nú komið að því. Já. Og ég held, Steindi, allavega á mínu Instagram þá var langmest beðum stigagangin. Já, gamla góða. Já, hann hefur ekki verið hjá okkur heilengi. Hann búin að vera í svakalegri pásu. Já. Og ég held er ekki bara best að fara að henda bara í eitt stigagang. Sko, ég að pæla, hvort viltu að við förum að senda fólk í sig fastur í skotti eða senda rullu eða eitthvað svona. Já, ég er alltaf... Viltu að ég bara sé að þvælast og vera með vesen? Ég er alltaf hrifnastur af einhverjum sem er aðeins komin í jagerinn og með vesen. Já. Það er eiginlega skemmtilegast símtölunum mínum að því. Okay. Þannig að þú ert eiginlega bara að henda þér eitthvað karakter núna. Þú getur neitt að nýta þessi skýta veður og eitthvað og taka bara frí og... Já, ég er bara heim í dag. Já, þú ert heim í dag. Já, og er eitthvað grams í húsjónum. Já, ertu það er satt eftir einhver trúur og sérst að fara í húsjóðin sko. Málið að fólk er ekki til í þegar einhver trúður allar í húsjóðin. Ertu hissa? Það nennir því enginn sko. Nei, það er aldrei gott. Á ég ekki bara hringja? Ég er að hugsa á ég að fara í Hólanu eða á ég að fara í Engihjallan eða hvar voru oftast að vinna? Taka Kópavoginn. Taka Kópavoginn. Það fyrir að vera nú á Þorrabóti Kópavogs í kvöld. Já, tenging. Góð tenging. Herru, ok, þá má ég sjá. Ok, ertu ready? Já. Ok, maður sjá hérna. Eitthvað mjög beint. Ásta, Engihjallan 9. Ok. Ásta Kristín. Ásta mín. Já. Nú ætla ég nú bara að koma hérna seint fram. Þetta er hann Þorri hérna í blokkinni. Þorri í blokkinni. Já, í Engihjallanum hérna. Já. Nú er ég ákvaða því að það er búið að vera svo mikið rigning og mikið flóð hérna í ræsunum. Ok. Ég fekk mér smá jagermeister bara á hann. Tók mig frí og málaði gangin hérna hjá okkur, samegnina. Já. Karrigula. En ákveð að segja mér það, ég er ekki í stjórninni lengur sko. Lungu hægt. Já, ég er nú bara svona að taka stöðu sko. Já, ég meit, en byrjuðu í Engihjallan 9, Þóri, ég átti mikið að hverju það er. Ég er í vinnunni, ég er með haustinn þar. Já, ég skilji, ég er nú bara hérna á efstu. Nei, ég vaknaði bara að leita út og það var allt í flóði og gular viðvaranir og fleira. Ég opnaði mig jagermeister og ég átti einhverja málingaslettu frá því flutti og byrjaði að sletta á gangin. Þannig að það er svona hluti af honum málaður og ég ætla nú bara að láta fólk vita svo fólki myndi ekki bara bregða að kenni sko. Já, skil. Ég fór bara upp á 10. eða? Já, ég byrjaði bara að mála þar og ég málaði mér á 50 sko. Já. Þannig að hérna, já, og ég myndi bara láta hússtjórnina vita. Þú getur sendið mail á Engihjallan 9@gmail. Já, nei, ég er ekkert mikið í tölvu sko. Þannig að hérna, og svo pantaði ég líka, mér langaði að láta ykkur vita, ég þarf að hringi flest alla í blokkinu en ég pantaði gerfinhættadisk líka til að setja upp á þakkið. Þannig að við náum hérna einhverjum sko 200 stöðum sko. Ok. Þetta fór leiði til að hann sem settur upp á þakkinu held ég. Já, ég tók nú bara svona ákvörðu með þetta. Mér fannst nú líklegt að það væri nú allir til í þetta sko. Væri þú ekki til í 200 stöðuvar? Ég þarf bara að vita hvernig þú veist, af því að þetta er bara spurningum ef að þetta skemmir þakkið. Það var náttúrulega skiptum það 2019 þannig að... Nei, frændi minn ætlar að henda þessu upp sko. Það má ekkert hver sem er fara upp á þak heldur sko. Þú kemst ekkert upp á þak auðvitað. Þú þarf að fara í gegnum loftlúðun og það kemst ekkert hver sem er fangaðinn þar sem loftlúðun er. Hann er tágrannur sko. Það breytir því ekki, hann þarf að fá lykil hjá stjórnin til að komast inn hurðina til að fara upp á loftlúðuna og þú mátt ekki setja neitt upp á þakkinu og fá leyfi hjá stjórninni. Já, en málið er að þetta er frændi minn sko. Já. Og hann tekur nánast ekkert fyrir þetta, 70 skall, hendur þessu upp og hann kemst alveg í gegnum þessa lúu sko. Það er enginn að banna að fara gegnum lúuna. Hann kemst ekki að lúunni af því að hurðin er læst. Stjórnin er með lykil að þessari hurð til að komast út úr lúuna. Já. Það má ekki hengja neitt á þakið nema að fá leyfi frá stjórninni, skilur mig, það er það sem ég er að segja. En það eru 200 stöðar? Það skiptir ekki máli. Þetta þak er sami húsfélagsins og húsfélagi þarf að samþykkja það að setja eitthvað á þakið. En veist þú hvort það megi vera með dýr í blokkinni? Það er einhverjum reglum að þá er það bara að má ekki vera með ketti og hundani.
Nú, það er svona Sendi Bernesundur að koma hérna. Ég að passa fyrir hérna, sko, frændi minn sem býr út á landi. Það er ekki þessi sem allar í lúuna. Heldur annar frændi minn. Hann er að fara til Tenerife og alltaf aðtöða hvort ég get ekki tekið hundin í ykkur 14 dag. Ég sagði hann að það væri nú minnsta mál og hann kemur með hann í dag. Þurfti ég að kanna eitthvað það betur. Ólega reglur þetta. Ég er ekki í stjórninni, þannig að ég tekja það ekki. Þetta er bara svona Sendi Bernesundur sko. En hérna en 200 stöðvar og það er, ég heyri allavega að það er grænt frá þér, þannig að ég get setið á blaðið að þú Ásta hafir samþykkt þetta. En hver er þetta samt? Þórir, heiti ég. Ég er hérna upp á 10. En ég fæ að setja allavega vaff á þig hérna. Halló. Veitu hvað er í gangi þetta? Ég var eiginlega ekki byrjar. Ég átti eftir að fara í tófuna Þetta var bara svo góð típa svo snemman. Ég var bara að saknast þig eitthvað. Ég er ekki hissa að fólk voru að beðja hann maður. Ég átti eftir að fara í Þorrablót. Ég ætla að halda Þorrablót líka í kvöld. Ég trúi þetta var gott sýndan. Stigagangurinn í fyrsta sinn eftir langan tíma. Og ég hafði alltaf mjög gaman að þessu. Hún var ekki til í diskinn. Nei. Það þurfti að vera gegnum reglur. Já, þú veist, það er alltaf disknum. Þú veist, þetta er spennumyndi. Þetta eru íþróttastöðarna og tvæbláa. Býð eftir að fara í bláu. Já, ég er svona beið með það líka. Stigagangurinn fyrsta sinn í langa tíma og vonandi höfðu ég gaman að þessu ég mann. Þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Elton John og Dua Lipa hér með Cold Heart. En já, það er komin skrítin lykt hér í stúdíóið, skrítnar en oftast. Þetta er hamstralikt sko, sem er mjög förðulegt sko. Það er, já, þegar þú segir það bara pínu eins og maður sé svona, hvað heitir þetta, slakki. Já, það er sem þessi komið þangað inn. Það er basically bara eins og að setja höfuð og í bara svona naðgrísa búr. Þetta er ekki góð auglýsing fyrir Jóhannes Ásbjörnsson og já, hans pítsur, en þú ert að fara að leyfa okkur að smakka hérna hvað það eru, 4. verstu pítsu í heimi. Já, sko, þetta er í sjálfsög góð auglýsing fyrir þessa pítsu vegna þess að við auglýsum hana bara þannig. Þetta er sérst, hugmyndin var svo að taka 4. bestu pítsu í heimi sem er vinsælasta pítsan upp á Sigyn Pizza, baconsöldu pítsan. Smakka hana oft, mjög góð. Og búa til þorra útgáfu af henni. Já, ok, þetta er þorra pizza. Þetta er þorra pizza. Þannig að hérna, og hér er hún og við eiginlega eftir að hafa smakkað þetta fram og tilbaka þá komumst við eiginlega því að þetta væri svona nærði að vera bara 4. versta pizza. Samt, hún er samt í boði og Sigyn Pizza. Já, fólk getur bara komið og keypt hana. Hvað er á þessari pizzu? Sko, þetta er einfalt. Það eru pungarnir að það? Nei, það er ekkit súrt. Nei, ok, það er strax betra. Þið myndir finna lyktina því, en sko, það er baconsölda í botnin eins og baconsöldu pítsunni. Svo er þetta bara gamla góða sviðasöldan, saltkjöt, grænar baunir, laufabrauð í staðin fyrir nachosið, og svo setjum við hvítlauksósu yfir þetta allt saman. En betur, ég skil ekki, eins og saltkjöt það er bara saltkjöt og hvítir er það besta sem ég fæ. Þannig að ég út með saltkjöt og með baunir og út með sviðasöld. Ég mun dyrka þessa pítsu. Þetta er ekki eins og ógeðistrykkur sko. Ég er ekki að fara að æla þetta. Nei. Og öruglega, þú veist, eldri kynslóðin myndi ég halda. Pappi myndi dyrka þessa pítsu og þeir sem eru svona á þessum þessu reiki og fatt ekki eru kannski minna í döðlum og jalapeno en smakki. En má ég vera hreinskilinn hvernig mér finnst? Já, ég vil, það bara í guðanabænum. Ok, hún er ekki girnilega að sjá. Nei, hún er svona svolítið sko, nei, hún er ekki girnilega að sjá. Laufabrauði svona, gefur þessu sérstakann keim. Sástu, Jói, ég var að bæta saltkjöti á. Það er ok, ég ætla að smaka þetta. Mér svona geggjur. Mér svona viðbjöður. Aha, mér svona góð. Mér svona að reyna að steikja hann upp inn eitthvað. Nei, mér finnst það æðislegt. Ég reiknaði með, ég gaf mér það alltaf auðvitað að þú myndir ekki fíla þetta, sko. Það finnst mér ekki gott. Nei. Ég er saltkjötsmaður, sko. Já. En þú veist, þetta er alltaf pizza. Það eru bitar þarna sem eru góðir. Þetta er ekki eins og þegar við vorum að setja saman lýsi og mjólk í gamla daga, sko. Nei, íbarasta. En, já, ég er góður. Ég ætla ekki á mig meira. En þú veist, ég meina Steindir er þess að klára sniðinu sin. Mér finnst það gott. Já, ég nefnilega, sko, hún er vel ætt, þú veist, og myndi ég panta mér hana sjálfur. Ég veit það ekki, en ég held að sé fólk að núti sem að, og hún er í boði, skilur hún bara kynnt sem 4. versta pizza einu. Og er þetta eitthvað bara í skamma tíma? Bara Þorinn, já. Okay. Ég veit fólk til að smaka. Já. Steindir er þess að hann er búið. Ég er að fíla það. Já, við ekki meira. Já, veist, kannski einu viðbót.
Ég er að fara að Þorrablót í kvöld. Þar er allt þetta, bara þú veist, ekki án á pítsu, skilur. Nei, ok, veist, mér finnst að full hart að segja viðbjóður, en ég myndi ekki panta það með Það má alveg segja viðbjóður. Já, mér finnst hann ekki góð, mér finnst hann viðbjóður. Sumum mun finnast hún viðbjóður, öðrum mun finnast hún góð. Okkur finnst það fyrst og síðast kannski svolítið fyndið og skemmtilegt bara. Já, mér finnst gaman að fá að smaka hana. Já. Og Ég er að fíla þetta. Já, það er styrlu staðrind að smekku fólks er misjafn og það er örugglega fullt að liðið sem áttur að fíla hana. Og talandi styrla staðrind, þá er ég að henda ykkur í þær, drengir. Nei, tenging. Já, 11 ári útvarpi. Herðu. Nei, hún nei, hún var ekki góð. Herðu, ok. Mér finnst hún bara góð. Já, þú líka elskar allt sem er á henni. Já, klæstan. Gamla að segja, Lexi. Takk fyrir okkur. Eru þið tilbúinir? Já. Klárir. Eitt af þessu er kjaftaði. Ok. Þannig að þið og hlustundum með reyna að giska hvað af þessu er bull. Fyrsta er konur versla 65% af öllu kynlífsdóti sem seltir í heiminum. 65%? Já. Það er alltaf meira úrval fyrir konur. Og svolítið hátala. Það er alltaf miklu meira úrval í rauninni. Er það? Já, ég held það. Ok. Er það ekki? Já, það náttúrulega hefur, er mér sagt, verið að aukast töluvert svona, spektrumið fyrir okkur kalla. Við vorum að tala um þetta bara í blökastunum daginn. Það eru konar Bluetooth múffur. Já, og svona alls konar múffur sem að bara... Já, bara Bluetooth. Ég meina, hvað gerir Bluetooth? Það tengist við, þú veist, Síman myndbandið sem voru að horfa eða eitthvað svona, ég man ekki hvernig það var, þú veist. Helvítir þetta orðið háþróað. Það er reyndar alveg svakaleg pæling. Aldrei mun nokkur sál sjá mig með muffu. Ekki eins og ég sjálfur, sko. Það er bara ekki að fara að gerast. Við vorum að tala um þetta svolítið mikið í blöggastunum daginn. Við vorum að tala um að væri svo mikið vesen á bakvið sko, Þetta er búið? Þetta er búið, sko. Það er að tæma. Já, þá bara einhvern veginn erstu self-loathing einhvern veginn lappandi með þetta, hvernig áttu að þrýfa þetta Já. Það stundum er bara líka sko, bara svona hefðbundarleið, þá var það líka stundum bara svona einhver Býtu, ég skil ekki? Nei, bara svona, þú veist að Hann er basically að segja að hann fæ bömmur þegar hann rungar sig? Nei, ekki bömmur. Já, ég er ekki að tala um bömmur. Ég er meira að tala um bara Já, þú veist, ég held að þetta séu þungskref þegar þú ert að fara síðan og þrýfa múfuna og fara að vesenast í þessu og allt þetta sko. Kannski eru við bara þekkjum þetta ekki. Já, eins og góðu vinnum minn orðaði það kannski þurfum við bara að taka okkur af longplay sko, og fara svona að lifa í núinu. Já, ég held að kynslóðuna sem er að koma upp núna ég held að þið ekki tiltökum mála eiga bara úrval af múfum. Nei, og það er ekkert mál. Hvað vitlis er þetta? En ég held að sé prósenta, 65%. Ég hefði meira þess að jafnvel geta giskað að hann væri herri af því að í svo langan tíma ég veit ekki hvernig þetta í dag, hvort þið 50-50 í búinu núna en í gegnum tíðina hefur þetta verið miklu meira þú veist ég var ekki að tala um hvað er meira selt það er vestla þetta meira þá er basically að tala um kannski að konan sé að kaupa líka dótið þitt, fattar þú? Já, ég skil það er staðreyndin, það er ekkert endilega hvort er meira úrval fyrir ég skil Hörður, táragas er bannað í stríði það flokkast sem chemical weapon og er ólöglegt. Mér finnst allt svona einhvern veginn ástæðan fyrir settið inn. Þetta er nú ekkert eitthvað mér finnst bara svo steikt að, herru, hvað ætlar að gera þegar það er búið að vera að drepa kannski 300 manns og bara, nei, ekki táragas. Ekki láta þetta í hugkvæmta minn. Þetta er bannað. Þannig að maður basically bara vera með segja fréttir. Táragas hríðskotabissur og það er bannað í stríði en löggan má nota þetta til þess að leysa upp óerir. Já, það er bannað í stríði af því að þetta flokkast sem chemical weapon. Það má ekki nota. Hljómar eins og horse. Já, þetta hljómar svolítið fyrirlega. En fegst þú þetta ekki augunblöð í 70 myndum? Já, svona meis. Það er reyndar ekki táragas. Það er nógu vont, skilst mér. Það er mest í viðbjöðu sem ég upplega. Það er ógæst. Það er piparúði. Já, piparúðin sko. Apar með lítil tipp eru mun árásagjarnari heldur en aðrir apar. Það er rosalegt. Akkur eru þeir alveg komnir af öpum. Svo ég elska þennan lið og mér finnst svo skemmtilegt þegar kemur einn af valmöguleikunum sem er svona einhvern maður myndi halda að þetta hlýtur að vera bullshit sko. En þá fyrir maður að hugsa, nei, annars væri þetta ekki hann er líka naskur í að laumi sinn sko. Helvíti naskur í sko. En þú veist, ef það er einhverju aparatna í einhverju garði sem eru slakir og með alveg svalett kvikind undir sér þá er þeir bara í síkó. Hinn er brjálaður. Hinn eru árásagjarnir allavega. Svo er það er engin leið. Já, mér finnst þetta geggjuð staðreynd. Það er engin leið til að sanna hvort fólk sjáu sama lit. Rauður hjá mér geti verið grænn hjá þér en við köllum hann báðir rauðan. Já. Djúpt, en fattið þetta? Já. Það er víst að við sjáum sama lit. Ég hef oft hugsað þetta. Já. Og pælar reyður að gemra litum. Já, en ég held nú kannski að það væri
hægt að finna út úr þessu? Það er ekki hægt sannlega, sturlu stærrind. Þannig að þú veist þetta FM-logoðu sem er á bakvið þig. Já, það er grænt og hvít. Er það grænt? Já, þú veist, litur sem við köllum þetta báðu grænt. Já, og það, þú getur verið að horfa bara á purpurrauðan. Já, eins og ég sé hann. Já, og það er bara grænt fyrir þér. En fyrir ekki til töðnar að þá, blöð, að þú veist skyrtan að sjóa, sem er blá. Já. Fyrir ekki til töðnar að ég sé hann allt öðru sem þú. Það er ekkert víst. Það er mjög líklegt. Svo er það næsta neti, já, herri, þessi fyrir þig Steindi, því þú ert alltaf að tala hratt net og eitthvað. Netið hjá NASA er 13.000 sinnum hraðara heldur besta nettekking fálega og heimilega hjá fyrirtæki. Já. Smá munur. Sko, máli er að 13.000 sinnum hraðara. Íslendingar verða átt að segja á því að við erum með mjög lillegt netina, sko. Það er staðan. Já, sko, öruglega. Þú ert alltaf vælandi það. Við erum með solid. Bara hirta frá þér, sko. Sko, við erum með solid net með marga aðra líka, sko. En þú veist, líka mjög slaft með fullt aður. Sko, við erum alltaf með eitt sæstreng, sko. Þú veist, ef það er roki í mósbænum, þá finn ég bara töluleiki minn, hann er hægari, sko. Já, þú náttúrulega þarft að vera að nota töluvert gagnamagn í þinni ilju. Já, bara þú veist, ef ég keiri streymi í gang og kveiki Call of Duty og það er rok út, ég þarf sem að opna gluggan bara, sko. Það er þannig að betri tengingu. Þetta er bara, við erum á eigu og það er bara þannig, en við erum samt með ágætsnet, sko, já. Það eru tvær eftir. Ellen neitaði Phoebe hlutverkin í Friends. Það veist ég ekki. Já. Ellen var búið það. Ellen DeGeneres. Það er rosalega. Og neitaði. Og Lisa Kudrow tók það í Ég hugsa staðinn. að hún hefði nú alveg púlað, sko. Já, hún er fyrir það. Og síðasta, Nicolas Cage átti barna kolkrabba en gaf hann svo í dýragarð. Hann var búin að vera með hann heima sér í nokkra mánuði og hafði lítið áhuga á hann áfram. Pottþétt satt, sko. Já, þetta er eitt sá förðulegasti það úti. Þetta er sama della og þegar við fengum okkur hamsturinn, sko. Þetta hljómar skemmtilega, sko. Þetta er ekkit sama dellan að vera með kolkrabba og fá sér hamstur. Já, fá sér kolkrabba og halda sér skemmtilega og svo gera hann ekki neitt. Hvað áttur hamsturinn náttúrulega ekki? 2 daga? Hann beit í fingurinn og það var í rauninni það var ekki stemning eftir það, sko. Hvað gerur við það? Ég gaf hann. Já, með búri og öllu. Það var rosa fjölskylda sem fekk hann var glöð. En eins og ég segja, það var bara vesen á hann, sko. Það var bara vakand á nótti. Það var engin gaman á nema ég var svona. Það var ekkit að þessu miklu. Þeir vaka bara á nóttinni, sko. Nefnum sérst að annars að vekjan þá beit hann, sko. Þannig að hann var kolvittlust líka. Nú spyr ég ykkur drengi, hvað þessu var kjaftaði? Við vorum með konu vesla 65% kynlífsdóti, táragas eða bannaði stríði, apar með lítil tippur árásagjarnir en hinnir. Það er engin leið til að sanna hvort að fólk sjá á sama litin. Netið á NASA er 13.000 sem er hraðara en önnu net. Ellen neitaði Phoebe í Friends og Nicolas Cage átti einu sinni barna kolkrabba en gaman. Ég held að þetta sé örglega apatipp minn, sko. Ég getur ekki hlýtur að vera, sko. Og þú segir það? Já, finnst þér þetta svona mikið vitleist að því að þú tengir ekki við þetta? Nei, ég bara, þú veist, þetta hljóma svo, þetta meika bara ekkert sens. Þetta hlýtur að vera það. Mér finnst það svona blasa við, en ég held að það sé triksið í þessu. Þannig að ég ætla að skjóta á Ellen hafi ekki boðist hlutverk Phoebe í Friends. Steindum þetta rétt, ég bjóð til þetta apa-rögg. Ég held sér bara náður þetta síðustu 2-3 skipti. Ég var að lesa þig. Við ætlum í auglýsingar, svo er það því miður King of Bold, spurningakeppni sem var sendt frá Tenerife. Þið eru að hlusta hér á FM 95 styrtist í landsleik Ísland Svíþjóð. Er orðin stressaði, drengir? Nei, veistu hvað, ég held nefnilega Mér er þetta bara þú veist, það þekki allir hvernig íslenska liðið í öllum íþróttum getur svona, þú veist, við eigum geggja kabla og svo kemur slæmi kablinn og við eigum góða leikin okkar. Já, þetta er góða leik. Nú er það að fara að keyra í góða leikir. Ég heldur séðan bara að fara að vera með algjörlega gallalösa leik. Svo er þetta líka það, sko, tæknilega séð höfðu enga tapa. Við erum að fara að keppa við eitt besta handboltalið í heimi. Við erum Evrópumeistarar. Já, þannig að þú veist, við erum heimavelli. Við höfum alltaf vinnað þarna. Það er rétt. Þannig að bara ekkert stress. Og svo þegar það er búið þá minnum við á að hættólið er klukkan 9. Það var fæst vegna landsleiksins og sem er bara mjög skynsalegt. Þá getur fólk kort á bæði. Nær maður þessu bara strax á þetta. Já, en herðu, ætlum við að klára þessa spurningakeppni, Steindi, sem að Egill sendiði frá tenni. Sko, ég ætla bara að vera hreinskilinn. Hvað er þetta? King of Being Bold? Þetta er King of Being Bold og ég ætla að vera hreinskilinn að, þú veist, ég er heldur eiginlega ekkert, ég er ekkert spenntur að bera þessa spurningur upp. Sko, ég er nefnilega, þetta er svo fyndið, nú er ég gestur og ég skal alveg játa það fúslega með fullri virðingu fyrir öllum liðum í þættinum. Þetta er nú alveg örugglega einn af mínum
all time uppáhaldsliðum Og nú ertu að fara í hann. En nú ég að fara í hann og þá get ég kannski ekki sagt að Það ekki jafn gaman. Það geggjað að hlusta á hann sko. Basically, ykkur langar ekkert að fara að keppa núna í King of Being Bold og mér langar ekkert að bera þessar spurningar upp. Þetta bara Hvað, er þetta eitthvað viðbjöður? Nei, ég segi það nú ekki. Ef við ekki bara keiri í þetta. Jú, keirum í það Það er ekki. Við megum að tapa hérna. Við erum bara svo Ísland búin Svíþjóð. Já, og ég ætla bara, þú veist, enn og aftur þar að þetta kemur frá Tenerife. Hann er að setja það mikið disclaimer Þú veist, ég tek ekki neitt á mig hvað stendur hérna. Þú ert basically bara þula. Já, Þú ert þula hér í dag. Don't shoot the messengers. Alls ekki. Fyrsta spurning, á ég að lesa þetta upp eins og hann eða? Bara, do you maður. Frá saðferð. Hann myndi segja þetta, ok, það er komið að fyrsta spurningu. Myndirðu segja að þú værir sköllóttur? Svona myndi hann segja þetta sko. Já, reyndar Myndu að segja að það var sköllóttur? Já, ég myndi segja það. Já, það er sama hér. Þeir myndi báði segja að væri sköllóttur. Við erum báði sköllóttur. Ok, það er 1-1. Tvílík spurning. Punktur á blöð, punktur á vað. Tvílík spenna. Það byrja vel hjá. Hatiði menn með þykkt hár? Það er önnur spurningin. Hvað þá? Basically bara hata maður. Nei, ég geri það ekki en þannig að það er nei. En hins vegar sko tek ég oft eftir mönnum sem eru með svona gríðarlega svona niðursetta hárlínu svona inn á ennið og bara svona með mega þykkt og mikið hár og þétta skeggur út og eins og máðin, Rúrik, já. Og þú svona horfir á það og svolítið svona Öfundar það? Nei, en ég tek eftir því og ég hef oft sagt svona helvít ertu með þétta hárrót eitthvað. Ég hef alveg sagt það sko. Já, ég hef líka sagt það. En veit ég, þú getur komist yfir þarna? Já, með því að hata menn með þykkt hár þá held ég, sætti mig frekar bara veitt eitt. Ég hata ekki menn með þykkt hár. Hata eiginlega engan sko. Nei, ok, þannig að það er að hata eitthvað sko. Hvað þá þau eru með þykkt hár? Hvað okkur hatra hann? Hefur séð áraðan með ógeðslega þykkt? Ógeðslega þykkt og ógeðslega. Þú hefði ekki komist yfir þetta blöð sko? Já. Herru, ok, þannig að það er þriðja spurning. Ok. Þessi spes, hefur eitthvað rugglast á þér og Ómari Ragnarsinni? Það er svo lélegt. Hvað er þetta að blanda Ómari í þetta greið? Þetta spyrja mig. Já. Ringdi þetta Tenerife. Eitthvað gargaðu, hei Ómar! Nei, ég held að við erum töluvert yngri en hann. Já. Þá meina ég alveg töluvert. Ég held að það hefur verið svona intended svolítið hjá Agli. Ef það einhvern tíma gerst þá var það í þingu og leðinu heim frá AC og kannski að því að ég kom einu svona heim frá AC og Rakel segi að ég var búin að eldast 5 ár. Já. Þannig að viltu taka punktinn? Nei, ég hef aldrei lent í þessu. Hélt Rakel og værir Ómar Ragnars? Jú, ég held það ekki. Það er takk stiga með það? Nei, hvað? Skafðu skítin og reyrun Það er negg á mig líka. Hins vegar bara props á Ómar að þú veist, snillingur. coverinn á hérna Gáttaþefs plötunni, hérna jólaplötunni, hann var ennþá að hérna peppa gamla að vera bara með hárið á hliðunum. Já, kragan lengi sko. Kraginn sko. Og hérna, ég hef alltaf svolítið verið að býja eftir að það dettin aftur, þá værum við góðir. Já, ég er með snóðan kraga. Ég er ekki búin, ég tek ekki sköfuna. Þvílík góðsögn. Já, hann er rosalur. Herru, hvað er 1-1 ennþá þessu? Það er 1-1 ennþá. Þannig að núna, sko, ok, núna ég held að það getur komist inn núna. Ok. Ertu að Bold Little Pizza King? Þetta er þess að spurning hérna nummer 4. Anskot, ég fæ ekki stið hérna. Ég heldur bara að fara að segja, ertu að Bold Little Piece of Shit? Já, ótrúlega, hún er ekki hérna. Hún er eiginlega. Herru, ég sko, hérna Ertu að Bold Little Pizza King? Það er alveg klárt mála að mér er ætlað að fá punkt þarna en það er náttúrulega eitt þarna með að vera little. Ég er náttúrulega frekar hávaxinn en ég skal bara Það tekur ekki punkt þarna svo þetta sé ekki svo. Ég tek punkt þarna. Bold Little Pizza King. Ert þú þarna líka? Nei, ég get ekki sagt það. Ég hef ekki minn eigin pizzastað. Hvað þá 2? Eða hvað þá 3? Nei. Jesus. Herru, það eru 5. Hefur þið tekið roleplay í beddanum og konaðinn kallaði Ómar? Herðu, þú verður að hætta með Ómar stendi. Ég? Já. Ég er ekki að skrifa þessu kemni. Já, en að hætta þessu. Svo rugglaður. Getur ekki aðra eitthvað spurningu Ómar Ragnarsson í það? Basically, þarna er spurninguhöfundur að gera því skóna. Þetta er spurninguhöfundur að gera því skóna
að við séum viljandi að fara í gerfi eða sérst að leika Ómar in the sack. Ég er bara, ég ætla ekki eins og að reyna að byrja að rýna í þetta. Nei. Og ég ætla að endur taka, þetta er alveg jafn óþægilegt fyrir mig og ykkur sko. Þetta er í rauninni óþægilegt fyrir mig. Ómar. Nei, það er negg. Það er nei á báða. Ekki okkur, er þetta ekki verið að búa? Jú, það eru 2 eftir hérna. Ertu bónar að ofan og neðan? Æ, Steini, þetta gengur ekki. Herðu, ekki byrjast að nota, segja, færi þetta sko. Ég snirtur á hann og neðan. Já, ég er 43 ára þryggjabannan farið Kópavogi og ég verði að fá punkt þarna líka sko. Já, það er 2, nei býtu, það er 3-2. Já, býtu nú við. 3-2 fyrir Jóa. Já, þú ert pizza Bold Little Pizza King. Þannig að það er 3-2 og þá er það síðasta. Vil ég vera King of Being Bold? Já, ok. En hérna, já, ég hugsa að ég hugsa að þetta sé það bara hérna komið bara ég held að hvað sem er eitthvað viðbjóður nei það er eitthvað já hvað er það, hvað er með það hvað getur þú að gera feimu núna nei hvað er þetta spurðu hvað er þetta eitthvað ógæslegt nei ég segi þetta bara hefur einhvern tímann eitthvað gælla sagt við þig damn the devil to hell and back Jói Ásbjörns er jafn fastur og hann er ríkur. Já, Steindi Steindi, gleymdu þessu. Við þakkum Steindi fyrir þessa spurningkeppni. Þú ert King of Being Bold, Jói. Takk. Það eru leikur að fara að gera þetta í kvöld, það er að dansa. FM 95 Blu í samstarfi við Dynout og Loop Jalapeno Lime Merch. Rétt, það eru Dynout og Loop sem færi ykkur hér FM 95 Blu á FM 957 en það er eiginlega bara komið að lokum, elsku drengir. Tíminn flaug. Já, 2 mínútur í 6 og var virkilega gaman að hafa þetta, Jói. Takk fyrir að hlaupa í skarðið. Mín er öll ánægjan, sko. Ég elski þetta. Sveppi Krull mætir aftur hérna næsta föstudag og svo verður Egill loksins mætir aftur. Það er eins og sé fluttur að út, getur verið að missa fyrirliðabandi. Þetta er rosalegt hvað hann fer ofta og ég var settur sem einhver postibói fyrir teinir í daginn. Já, það er náttúrulega bara ég fara þarna hvað ég bara fara þarna jafn oft og flestir sko. Já. Hann er á heima þarna. Hann er alltaf þarna. En já, drengir, helgin ég veit hvernig þín helgi er Steindi. Við erum að vinna bara alla helgina. Hvernig er það þér, Jói? Herri, ég bara verði í salnum að fylgjast með ykkur í kvöld. Já, Kópavogsblótinu. Kópavogsblóti, 2500 manns. Já, það verður ekki ekki rosalegt maður. Og svo bara eitthvað family business eftir það sko. Já, bara gósi. Já. En þetta er svaða helgi. Það er að sjálfsögðu Ísland Svíþjóð eftir. Það er ædolið í kvöld klukkan 9. Það er United Arsenal, það er Liverpool Chelsea. Það er rosa helgi. Og svo eru tónlistamennir okkar Björgun Halldórsson á sunnudagskvöldinu. Þannig að nógum að vera. Allt í gangi. Já, góða helgi, kæru hlustendur. Svo er líka flott UFC-kart annað kvöld maður. Já, fyrir þá sem hafa áhuga á því. Það líka. Við verðum mættir í blöðkastið á þriðjudaginn, annars bara hér næsta föstudag með Sveppa Krull. Jói, takk aftur fyrir komuna. Takk fyrir mig. Ríkala gaman að Gekkja að fá þig.